finnst bara að vera allt öðruvísi kjarnahæfni sem þú þarft að hafa í venture capital heldur en í framtaksfjárfestingum. Að því leytinu til að þú ert að vinna með kannski bara frumkvölum, þú ert ekki með neina tekjur, þú ert alltaf með einhvern veginn áhyggjur á næstu fjármögnunarlotu, og þetta bara svona miklu snúnara okkur í framtaksfjárfestingunum, það bara ein regla og það bara ekki tappa peningum. Versus í venture capital þá þarfst að vera tilbúin að bara 1, 2, 3 félög bara fara á hausinn. Já, langflest félög fara á hausinn og þar bara einn vinner. Þar bara einn vinner. Já. Árni Jón Pálsson, meðstofnandi og fjárfestingarstjóri Alfa Framtak, ertu velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir. Mér langar svolítið að vita hvað þú varst að gera og hvernig þú endar í stöðu sem fjárfestingarstjóri hjá Alfa Framtak. Hvenær svona kveiknar þinn áhugi á fjármálum? Hann í rauninni kveiknar mjög snemma og bara allt frá því ég var, þegar ekki verið svona 11 ára gamall, þá átti ég mörg góð samtölum pólitík og efnahagsmál við nafna minn og afa, Árna Jón, og ég vissi einhvern veginn bara mjög snemma að mér langaði að vera í einhvers konar viðskiptum og bara hvernig peningar einhvern veginn virkuðu, að vinna sér inn fjármuni og stofna fyrirtæki fannst mér bara einhvern veginn mjög heillandi en þar sem ég kemur rauninni úr svona fjölskyldu þar sem að viðskipti voru kannski ekki í þungamiðan, móður fjölskylda mín sjómenn og vélstjórar og slíkt, að það var kannski ekki auðan garða gresja endilega að sækja sér þekkingu eða reynslu úr því hvernig á að byggja upp fyrirtæki eða hvar maður ætti að staðsetja sig í viðskiptum. Ég vissi bara á þessum tíma að ég hefði mikinn áhuga á viðskiptum og hvernig fyrirtækjarekstur virkaði. Já. Og á þessum tíma þá voru kannski ekki miklar bækur sem að maður hafði aðgangað eða gat lesið og þess vegna voru þessi svona samtöl við hann afa minn alveg einstaklega skemmtileg og gefandi og hann var svo sem með litla útgerð í kringum sjóin og átti litla trillu. En það er svona kannski eftirminnilegast svona þegar maður fattaði í fyrsta skipti svona hvernig viðskipti og fyrirtækjarekstur virkaði var þegar að eins og kannski hjá mörgum að byrjaði maður í svona eiginlega hálf ólöglegum rekstri þegar maður var 12 ára gamall. Já. Að þá kom út geisladiskur með tvíhöfða sem var alveg ótrúlega dýr á þeim tíma. Kostaði 2500 krónur út á búð 2002 sem var alveg ótrúlega mikil peningur þá. Og þá voru við nýkomin með tölvu á heimilið þar sem var hægt að skrifa diska. Og þar var hægt að kaupa óskrifaðan disk á 50 krónur og ég gæti rauninni kóperað diskinn og seldi hann til bekkjarfélagana. Já, þannig að þú afritaðir hann Þannig að ég afritaði hann og seldi hann áfram. Já. Og það kenndi manni og svona opnaði augun einhverju liti til að þannig að ég setti inn eitthvað ákveðið vinnuafl á minni hálfu, keypt diskinn aðföngin, lagt vinnu í að skrifa diskinn og selja hann síðan áfram og ég seldi hann á 500 krónur í rauninni 10 sinnum meira heldur en það sem hann kostaði aðföngin. Já. Og þá kom alls konar svona bara eins og gæðamálin að þú veist einhverjir diskar voru illa skrifaðir og ég fekk það aftur í hausinn og eins með hvar ég ætti að verðleggja mig versus það sem að kostaði út í búð og slíkt og það voru svo sem ekki rosalega margir diskar, kannski 25 diskar eða eitthvað sem ég seldi. Já. En mér fannst þetta bara svo ótrúlega heillandi hvernig þetta breyta aðföngum og vinnuafli í einhverja vöru og selja hana áfram. En ég hafði aldrei einhvern svona sérstakan áhuga á einhverjum einum rekstri sem slíkum og það var þarna í rauninni bara því ég var svona 13 ára gamall og þá svona opnuðust augu mín bara þegar ég fór að fatta að mér langaði kannski ekki að vera að vinna á degi til dags í rekstri heldur bara að sjá hvernig rekstur og fyrirtæki virka og þá í rauninni þessar framtaksfjárfestingar þegar ég áttaði mig á því hvað það væri á þessum tíma var það alveg ótrúlega heillandi að geta unnið með öflugu fólki í alls konar rekstri og vera í rauninni staðsetja sem fjárfestingarstjóri í framtakssjóði væri bara akkurat mín heilla og mínu áhugasviði. Já. Ég var í rauninni búin að ákveða það bara því ég var
svona 13 ára gamall að drauma starfið væri að vera fjárfestingarstjóri í svona framtakssjóði sem að vera að kaupa fyrirtæki, óskráð fyrirtæki og hafa áhrif á rekstur þessara félaga. Já. Og það kannski ekki eitthvað rosalega algengt að krakkar þetta ungir svona setji stefnuna þarna svona snemma sko. Þetta mjög snemma. Mjög snemma. En það sem að þetta gerir rauninni, þá setur þetta alveg rosalegan svona fókus á allar þínar ákvarðanir næstu ára, hvað þú ætlar að læra, hvað þú sækir þekkingu, hvaða fyrirtæki þú telur að þú viljir vinna hjá til þess að auðvart reynslu til þess að ná lokamarkmiðinu sem var að vinna í svona sjóði. Já. Og ég fer í rauninni á viðskiptafræðibraut í MK og var alltaf að drífa mig rosalega mikið að komast í þessa stöðu sem ég var búin að setja mig markmið og var svolítið óþolumóður. Og í rauninni klára ég menntaskólan á 3 árum þegar hann var þá 4 ár. Já. Og keyrði það prógram svolítið stíft í menntaskólanum í Kópavogi og ein ástæðan fyrir því að ég vildi ekki fara í Vestló og ég hafði fengið inngöngubréf þar var bara út af það var 4 ár og ég vildi ekki fórna einu auka ári í menntaskóla út af mér langaði svo að komast strax í háskóla og fara í viðskiptafræði og síðan í kjölfari fara út af vinnumarkaðin og komast í jobbið sem mér langaði að vinna við sko. Já, og varst með mjög skýra sína þessu mjög snemma. Já, í rauninni og en síðan þetta náttúrulega var þetta ótrúlega áhugavert að því leytinu til að síðan fannst mér í rauninni ekki vera kannski með alveg nægilega góðan grunn. Ég var að vinna í sumastörfum í svona fyrirtækjaráðgjöf sem kannski ekki mjög ólík verkefni það sem í framtaksfjárfestingum en þar ertu að veita fyrirtækjum og stjórnendum ráðgjöfarandi fjármögnun á fyrirtækjum eða sölu að kaupa fyrirtækjum og mér fannst ég kannski ekki vera bara með alveg nægilega góðan grunn til þess að fara út af vinnumarkaðin og ákvaða skrá mig í rauninni fjármálaverkfræði eftir ég var búin með bachelornámið í viðskiptafræðinni. Já. Og þar aftur var ég að drífa mig töluvert mikið að bara klára að ná í alla menntun og þekkingu sem að ég þurfti til þess að komast út af vinnumarkaðin. Já. Og keyrði í rauninni það prógram mjög stíft að þar var 3 ára nám, ég fekk í rauninni 1,5 önn metna úr viðskiptafræðinni yfir í fjármálaverkfræði og kláraði sem fjármálaverkfræðina á 3 önnum og sumar önn líka reyndar. Já. Og þá svona var ég komið með undirstöðunar sem mér fannst þurfa til þess að geta náð árangri. Og svona á þessum sama tíma þá var ég að fikta með alls konar, ég var að fjárfesta á skráðamarkaðanum, ég keypti fasteign, mína fyrstu fasteign, litla, og fór í alls konar ævintýri að kaupa valrétti á bandaríska markaðanum og framvirkastöður, var að treyta olíu og bara að reyna að átta mig á bara svona hvernig allur þessi hlutabréfamarkaður virkaði. Og náttúrulega þegar maður horfið tilbaka þá var þetta náttúrulega bara eins og að spila í kasínói, ég hafði ekki hugmynd hvað ég var að gera á þessum tíma sko. En þar til dæmis lærði ég í fyrsta skipti að ég var með setti $10,000 í þetta ævintýri á þessum tíma og ég tapaði hátt í $6,000 í að vera að treyta einhver alls konar valrétti og framvirka samninga og alls konar en ótrúlega góðu skóli og þetta var alveg töluvörðu peningu fyrir mig á þeim tíma sko. Og En þú fær náttúrulega þekkingur á móti. Algjörlega og svona að maður átta sig líka bara á hvað maður kannski vissi lítið á þeim tíma þótt að maður væri búinn í þessu námi og slíkt bara hvernig fjármálamarkaðir líka virka. Sko. Já, hvernig var það alltaf skýr stefni á þér að fara að mennta þér svona mikið til þess að fara svo í þessa stöðu? Af því að þannig ertu náttúrulega búin að setja mörg ár í menntun. Ég held að það kannski bara komi að þeim svona grunnpunkti hjá mér að almennt vill ég bara vera mjög vel undirbúinn fyrir þau verkefni sem ég tek mér fyrir hendur. Já. Og vill hafa hlutinu svona sæmilega á hreinu og almennt ekki mættur í verkefni þar sem ég svona finn bara einhvern veginn út úr því á leiðinni
svoleiðis að ég fann það bara eftir viðskiptafræðina að það var rosalega lítil starffræði í rauninni þar og svona verkfræðileg nálgun. Já. Og þótt að maður sé kannski ekki að taka mikið úr fjármálaverkfræðinni þessa svona beinhörðu þekkingu þar úr burðarhólsfræði og kalkulus, þá kenndi í rauninni verkfræðin mér miklu meira að leysa verkefni, bara hvaða verkefni sem og þú veist, ég man bara oft eftir því ég var í fjármálaverkfræðinni, ég horfði á einhver dæmi sem að mér fannst vera algjörlega óskiljanleg og óleysanleg og ég vissi ekkert hvernig ég ætti að komast í bots í þeim. En yfir þennan tíma þá lærði maður að vinna undir mikilli pressu, tímapressu, nálgast verkefni bara eitt skref einu og einhvern veginn bara vinna sig í gegnum alls konar vandamál og það rauninni bara svona mjög líkt við það sem að maður kannski að fást við í dag og það sem ótrúlega skemmtilegt í þessum bransa sem að ég í þessum framtíðarfjárfestingum að þú ert alltaf að fá mismunandi vandamál einhvern veginn á borðtíðin og náttúrulega tækifæri og sem að þarf að leysa í sameiningu með stjórnendum sko. Já. Og það var svona kannski grunnurinn sem að ég tók með úr fjármálaverkfræðinni. Já, svolítið svona aðferðafræðin. Já. Að vinna verkefnin. Já. En þegar þú búin með fjármálaverkfræðina, hvað það svo sem tekur við á atvinnumarkaðnum hjá þér? Já, þá mitt ég var farin að undirbúa það alveg 7-8 mánuðum áður en ég útskrifaðist vorið 2014 og í rauninni hafði bara samband við öll eignastýringarfyrirtæki í landsins sem ég viss að væru með svona framtakssjóði í rekstri og búin að reyna að komast fyrir fram að þá sem að einhverju réðu þar og sjá hvort það væri opin staða og hvernig ég kemur inn í þann geira. Já. Og í rauninni endaði á þannig að ég fekk tilboð frá einu stærsta eignastýringarhúsi landsins í framtaksfjárfestingum sem greinandi og var bara mjög langt komin með að skrifa undir ráðningarsamning þar þegar hann Gunnar Páll, partneri minn, hringir í mig bara algjörlega upp á þurru og ég rauninni þekkt hann lítið sem ekki neitt á þeim tíma og hann hringir í mig og spyr hvort ég sé ekki til í að taka hádegismat með honum. Já. Og mér fannst það svona aðeins svolítið skrítið og fer svona að spyrja hann hvað hann hafi hyggju og hann segir bara við mig að hann hafi áhuga á að kynnast ungu og efnilegu fólki og vilji kynnast með betur og segja við tökum hádegisverð og við hittumst á fiskfélaginu og ég átta mér svona fljótlega á því svona kannski 20-30 mínútur inn í hádegisverðin að hann nú ekki bara að kynnast mér heldur en hann að leita starfsmanni og þetta var svona dulbúið atvinnu viðtal. Mjög vel gert hjá honum. Og svo sem það endar bara þannig að við erum búin að spjalla saman 1,5 tíma að hann segir við mig að hann hafi áhuga á að ráða mig. Já. Og þá segi ég náttúrulega bara að ég sé komið með tilboð hjá öðru fyrirtæki sem eiginlega drauma starfið mitt og nota bene þá var hann með fyrirtæki sem hét þá Íkora Partners sem voru 2-3 starfsmenni og voru í rauninni í fyrirtækjar sem voru svona þessi starfsemi sem að ég hafði verið að vinna í svona yfir sumrin. Já. En mér langaði alltaf að fara í framtaksfjárfestingar og hann svona samfæri mig að allan að taka eitt fund með sínum partner sem heitir Friðrik Jóhansson og ég hitti hann í rauninni daginn eftir og leist alveg gríðarlega vel á hann og þarna kom maður bara sem að hitti mig 25 ára gamlan kjúkling einhvern veginn með 30 ára reynslu úr íslensku viðskiptalífi, búin að stýra fjárfestingar fyrirtækjum og alveg rosaleg reynsla og hann einhvern veginn bara mæti mér á að mér fannst allavega á algjörum jafningja grundvelli og hún nær einhvern veginn bara rosa vel til mín og svona talar inn í mín gildi að jafnvel þótt að og ég sé að fara inn í þessa fyrirtækjaráðgjöf með þeim sem að var ekki planið. Já. Að þá myndi ég fá mikil tækifæri með þeim, ég fengi sæti strax við borðið, hefði áhrif strax frá degi 1 og gæti svolítið skapað og mótað þetta með þeim. Og þetta svona höfðaði rosalega til kannski frumkvöðulsins
í mér að geta haft svona mikil áhrif strax og ég hef alltaf haft svona það motto að bara hver sinna gæfu smiður og svo ég laðist undir feld í 2 daga og þarna stóð ég frammi fyrir valkosti á ég að fara í fyrirtækjaráðgjöf eða á ég að fara beint í fyrirtækjaráðgjöf með 2 aðilum sem ég þekkti eiginlega ekki neitt í geira sem að ég ætlaði kannski ekki að fara í beint eftir nám eða á ég að fara til flottasta og stærsta eignastýringahús landsins beint í framtagsfjárfestingar sem að var búið að vera planið frá því ég var 13-14 ára gamall. Já. Og á endanum teki ég ákvörðun að fara til þeirra og það var rosalega einhvern veginn erfið ákvörðun en eftir að hyggja frábær ákvörðun. Já. Og það mjög minnistætt að því ég fór að segja skólafélögum mínum frá því að ég væri búin að ráða mig hjá fyrirtæki sem heitir Icora Partners að það í fyrsta lagi engin heyrt þetta fyrirtæki í öðru lagi því ég sagði þeim hvað væri að vinna margir þarna þá rákuðu stóru augu og síðan fórum menn að gera grín að því að ég væri að ráða mig til einhvern Icora Partners og fólk svona skildi þetta bara hálfilla að ég hefði gefið hitt draumajobbið einhvern veginn upp á bátinn. Já. En síðan alltaf bara kemur í ljós að svona tiltölulega fljótt að þetta sem að þeir sögðu við mig, Friðrik og Gunnar, að ég fékk sæti strax við borðið og ég var partur af stórum verkefnum, stórum ákvarðanatökum, var í herbygginu og kynntist náttúrulega ótrúlega mikið af öflugu fólki í íslensku viðskiptalífi bara strax. Já. Og var lagt bara strax töluvert mikið traust á mig og mér fannst bara svona dómgreind mín nýtast vel inn í þessari starfsemi hjá þeim. Þótt að þetta hafi alltaf verið alveg smá einmannlegt á köflum þar sem að bæði Friðrik bjóð út í Bretlandi og Gunnar var að ferðast töluvert mikið og það voru margir dagar og jafnvel vikur þar sem ég var bara einn á skrifstofunni. Já, bara einn sjálfur. Já. Efaðistu einhvern tímann á þessum tímapunkti hvort þú hefði tekið rétta ákvörðun? Kannski fyrsta daginn. Þegar að ég mætti og ég og Gunni sátum hlið við hlið og ég þurfti að setja upp einhvern veginn mína eigin tölvu og það var einhvern veginn ekkert klárt og þetta var rosalega svona laust í reipónum. Ég hugsaði bara í hvaða starfsemi ég eiginlega komin hérna. En eftir það bara þeim leið og verkefni fór að hefjast þá var engin efi og ég hugsaði líka alltaf bara ef þetta gengur ekki upp þá má kannski skrifa það einhverju liti á mig en líka þá bara ég hef alltaf ég ungur og ég hef þá möguleika að fara inn í framtagsfjárfestingar seinna meir Já. En síðan í rauninni unnu við þarna að bara mörgum stórum og skemmtilegum verkefnum vorum ráðgjafar kynnisferða þegar við seldum það til framtagssjóði í rekstri Stefnis seldum GEA Hotel 60% hluti því söfnuðum 1 milljarði fyrir Menik á sínum tíma og og vorum að veita lífeyrissjóðnum ráðgjöf á sínum tíma við að kaupa Arion banka og þess að verkefni voru bara rosalega fjölbreytt en það var alltaf svona þessi hvað segja þörf eða að vilji til þess að fara og stýra framtakssjóð og í rauninni kemur svona svo hugmyndu upp og tækifæri að 2016 þannig bara rétt 2 árum eftir að ég byrja að þá í rauninni tökum við ákvörðun það saman að bara út af því að Gunnar Páll hafi verið í framtagsfjárfestingum út í Kaupþing, Singer og Friedlander út í London á sínum tíma og Friðrik náttúrulega líka gríðarlega reyndur fjárfestir og búin að stýra stóru fjárfestingafélagi Straumi Burðarás og við bara horfðum allir einhvern veginn á hvern annan og svo bara við erum búin að vinna fyrir alla þessa private equity sjóði á Íslandi eða vinna á móti þeim þar að segja selja þeim fyrirtæki. Gunnar var búin að sjá hvernig þetta var gert út í Bretlandi og við sáum bara gríðarlega tækifæri að koma með aðeins öðruvísi nálgun á markaðinn
og safna í sjóð sem við myndum stýra og vildum leggja meiri áherslu á bara það sem við kallum bara skin in the game og við vorum persónulega fjárfestir í sjóðnum. Við vildum helst taka meirihlutastöður sem að áður fyrr voru kannski helst hjá sem framtakssjóðum í Íslandi svona minnihlutastöður og almennt eins og þetta gert úti að þá voru menn í meirihlutastöðum, hafa meiri stjórn á verkefnunum. Við vildum geta hvatatengt stjórnendunar miklu meira með okkar árangur. Við vildum vera alveg sjálfstæðir frá einhverju banka og upp á svona hagsmuna árustra mögulega það sem að kannski oft pressa að taka fjármögnun eða ráðgjöf slíkt frá viðkomandi banka, það sé alls ekkert alltaf þannig. Og síðan vildum við hafa rosalega sterka svona enga framtaks hugsjón á bakvið sjóðinn og vorum að í rauninni stefna á aðila inn í okkar bakland sem að voru bara flottustu businessmenn á landinu og sem að treystu okkur fyrir peningum versus svona allir hinir sjóðinu hefur kannski verið bornir upp svona megnur til bara af lífeyrissjóðum. Og við lögum á stað með þetta fyrirkomulag á sjóðunum og tökum við rauninni bara ákvörðum að hætta alveg í ráðgjöfinni þarna í kringu 2016. En við heldum svo sem að þetta yrði mjög erfitt ef við værum bara við þrír einhvern veginn út á örkinni að reyna að safna peningum í okkar fyrsta sjóð og fyrsta konsept, þannig að við fórum í samstarfi við banka, stóran banka sem var ekki með svona private equity sjóði til þess að vera svona bakhjarl okkar í verkefninu og síðan rauninni gengur bara mjög hægt einhvern veginn að safna innan sjóð og þannig að fer hellingsundirbúningsvinna í að setja upp kynninguna og bóka alla fundina og slíkt. En gengur hægt og kannski löngsa að stutta á endanum segir rauninni bankinn bara einhliða upp þessu svona samstarfi við okkur. Þá erum við komin inn í 2017 og þá ég rauninni búin að stofna fjölskyldu, búin að giftist konunni minni þarna 2013, voru búin að eignast 2 börn. Ég var búin að kaupa mína fyrstu íbúð eða raðhús sem við vorum að flytja inn í. Búin að skuldsetja mig alveg upp í rjáfur til þess að komast út úr kjallaranum hjá tengdapabba. Fyrirtæki var eiginlega tekjulaust út af við vorum búin að ákveða hætti ráðgjöfinni og í rauninni enga tekjur að koma inn og við vorum svona bara svolítið on our own eins og maður segir sko. Mikið í gangi einu. Já, rosa mikið í gangi. Og þetta ár 2017 grínast ég stundum með að var svona bæði einhvern veginn versta ár lífsminns en líka besta ár lífsminns út af því að svoleiðis að það kemur hana mitt árið 2017 og þessi banki segir upp samningnum við okkur og þá segir bara Gunnar Páll við mig bara herðu við erum partnerar í þessu en ég get ekki haldið áfram einhvern veginn að greiða þér laun, það enga tekjur að koma inn. Ég fekk svona einhvern veginn kjölfar einhver samtal, svona hálfgert uppsagnarbréf en síðan bara þannig að leið sumarið og í ágúst ákveðu bara herðu þessi banki hafi farið frá verkefninu og gefið þessu ekki bara 2 mánuði, förum bara all in í að tala við alla þessa fjárfesta sem þó voru búin að gefa okkur vilyrði að vilja vera með. Gefum þessu bara 2 mánuði annars bara gengur þetta, gengur ekki. Og síðan rauninni bara þegar við fórum að tala við þessa fjárfesta að þá kom upp úr dúrnum að þeir voru miklu meira bara að horfa á að fjárfesta í okkur og treysta okkar dómgreind og reynslu heldur en kannski endilega þessu nafni hjá þessum banka og eiginlega allir sem voru búin að gefa okkur svona undir fótinn að vilja vera með voru bara áfram með þessu nýja formati. Og þá snerist þetta bara að ná aðeins meiri pening til þess að geta verið allan að geta greitt okkur laun og ná einhver svona krítiskri stærð á sjóð. Og í nóvember 2017 og þá eftir mikla vinnu og upp og niður að þá hafðist þetta og við lokuðum okkar fyrsta framtakssjóð í 5 milljarða áskriftarlóðum og en á leiðinni voru sko alveg mörg gatnamóta sem þetta hefði getað farið út í skurð. Sem dæmi voru
Það voru skilyrði sem voru sett til þess að einu lífeyrissjóði þyrfti að vera ákveðið hlutfall stofnana fjármagns í sjóðunum sem að þýddi að við urðum að fá eitt tryggingafélag með inn í sjóðin og ef þeir hefðu sagt nei þá hefði þetta bara algjörlega farið í skrúuna allt saman og alls konar svona vendipunktar sem einhvern veginn náði að spilast með okkur og þetta sem kannski svona kennir manni að sko þraut segja hvað hún skiptir ótrúlega miklu máli bara í business og lífinu sem slíku að gefast ekki upp en líka samt þóttu við höfum verið búin að vera þarna í 82 ár hálftekjulausir að reyna að hnoða þessu saman á einhverju tímapunkti þarftu bara svona að gefa þig allan í þetta og gefa þér einhver deadline bara annarkvort næst markmiði fyrir þennan deadline eða ekki og þú getur þá gengið frá borðinu sáttur og hort tilbaka og sagt þér ég gaf allavega allt sem að ég átti í þetta sem að við gerðum og allavega í þessu tilviki þá tókst markmiði. Já, þið voru alltaf fastur á að þurftu að safna það akkurat 5 milljörðum. Já, í rauninni bara til þess að geta verið greitt okkur, þú veist, alltaf einhver fastur ekstra kostnaður í leigu og slíku en bara til þess að þessi starfsemi gæti borið 3 starfsmenn í launum og við vorum að borga okkur langt undir markaðslaunum þrátt fyrir að sjóðurum væri 5 milljarðar að þá bara gat hann ekki verið mikið minni en það til þess að við gætum allan að lifa á starfseminni sko. Og fyrstu 2-3 árin að þá var þetta bara svona rekið nokkurn veginn á break-even og við borguðum okkur laun sem voru talsvert undir markaðslaunum sko. Þú ert tilbúin að leggja mikið á ykkur til að hrinda þessa stað? Já, og algjörlega og maður alltaf bara kann alveg gríðarlegar þakkir þegar maður horfir í baksýn í spegilinn þessu fólki sem hafði trú á okkur og þetta var alls ekki gefið og maður horfir tilbaka við vorum þannig séð við vorum eiginlega ekki með neitt við vorum alltaf með Friðrik og Gunnar sem hafðu reynslu af fjárfestingum en við vorum bara 3 aðilar sem vorum að biðja fjárfestum að treysta okkur fyrir 5 milljörðum og við myndum fjárfesta þeim vel og ávaxta það vel og sem alveg svolítið svona leap of faith þannig séð fyrir aðila sko, við vorum ekki með neitt track record eða brand en við höfðum svona þetta traust út frá fyrri verkefnum og svona þetta fyrirkomla sem við lögum miklu áherslu á sem var að við vorum sjálfur að fjárfesta í sjóðnum og þetta svona þessa þætti sem ég listaði upp áðan það virtist allavega að slá á einhverja strengi hjá þessu fólki og sem að treysta okkur fyrir þessu fjármagni sem ég reyndar vorið 2018 og þá náðum við að stækka sjóðun upp í 7 milljarða og það svona breytti töluvert rekstrargrundvelli fyrirtækisins. En hvernig svona á þessum tímapunkti, hvernig voru að nálgast fjárfest? Er það bara bóka fundi og er það bara með einhverja glærukynningu? Já, við raunni sko. Það bara svolítið virkað þannig. Og hvað er það þá sem að þeir eru að sína? Er það svolítið bara að selja þá framtíðarsýnina sem þið hafið á sjóðin? Í rauninni, við náttúrulega vorum bara að selja tækifæri og framtíðarsýn og hvernig við ætlum að nálgast hlutina og hvernig við hefðumst ná árangri í fjárfestingum með svona þessu fyrirkomulagi sem ég var að nefna á þannig að vilja vera í meiri hluta að vera sjálfur fjárfestir og líka bara þetta að þegar á móti blæs að þá erum við ekki að fara sem að gerir alltaf í svona starfsemi á einhverju tímapunkti að þá erum við ekki að fara að stökkva frá borði. Við ætlum að klára þetta verkefni sama hvernig færi hvort sem að gengi illa að vel og svona eins og maður slettir sko, við vorum alveg burning the midnight oil í þessu og það kom alveg tímar það sem voru bara mjög erfiðir og við fórum hægt að staða fjárfesta vorum rosalega áhættu pælinir vorum svona aðeins stressaðir á að taka rangar ákvarðanir og svoleiðis að eins og svona framtakssjóði virka þá hefur svona 4 ár til þess að fjárfesta peningunum og draga á peningin síðan áttu eignir í kannski 4-5 ár og svo reynir síðan að selja þær eftir þú hefur lagað þær eða bættar með einhverjum hætti með hagnaði og það var náttúrulega eitt af því sem við líka lögðum miklu áherslu á að vera virkur partner með þessum fyrirtækjum
Það var svona einn af sölupunktunum líka til þessara fjárfesta að við ætlum ekki bara að kaupa einhver fyrirtæki og halda þeim og vonast þess að þetta myndi einhvern veginn hækka í virði og selja síðan þar á eftir, heldur vera aktífur partner með þessum fyrirtækjaeigendum og stjórnendum og koma með virkilega svona virðisaukandi nálgun af fyrirtækjunum og við vorum ekki bara að kaupa hlutabréf eins og við vorum að kaupa á skráða markanum. Nei, þetta er virt eignarhald. Já, það virkir. En voruð á þessum tímapunkti komni með hana 100 daga svona umbreytingaplanið eða þróaðist það seinna meir? Við vorum svona kannski komið með vísi af því. Já. En það síðan í sjálfu sér mótaðist síðan bara gríðarlega í kjölfarið. Já. Og það var náttúrulega gríðarlegur fengur hjá okkur þegar við réðum hana Rakel Guðmundsdóttur til okkar sem sagt veturinn seint árs 2018. Hún var með svona rekstrar bakgrunn og var búin að vera í rauninni ótrúlega ferillum, hún fór að vinna sem uppvaskar á Glow og var síðan búin að taka við öllum rekstrinum bara einhverjum 1-2 árum seinna og alveg eituklár og hún er í þessu hlutverki hjá okkur að vera eignarhaldsstjóri og hefur svona stýrt öllum þessum 100 daga vinnustofum og verkferlum og mótað í rauninni þá aðferðafræði rosalega vel með okkur alveg frá upphafi og þetta hefur bara bæði reynst gríðarlega vel og mikil ánægja með þetta svona verklag og við erum bara einhvern veginn þannig að við erum alltaf að ítra þetta og hvernig við getum tekið betri ákvarðanir og hvernig við getum stutt stjórnendur og fyrirtæki betur og betur með árunum. Já, einmitt. Þannig að 2017 semst í enda þá náðu það að safna 5 milljörðum og 2018 þá bætið í og farið upp í 7 milljarða. Hvað er svo fyrsta svona fjárfestingin sem að þið farið í? Já, fyrsta fjárfestingin sem við fórum í var fyrirtæki sem heitir Borgarplast og þar koma að máli við okkur eigendur fyrirtæki sem heitir Plasker Suðurnesja sem hafa áhuga á að kaupa Borgarplast með stuðningi frá okkur og renna þessum fyrirtækjum tveimur saman og þetta svona tikkaði ansi mörg box hjá okkur vegna þess að sjóðurinn okkar hét á þessum tíma umbreyting og við vildum svona vera umbreytingar fjárfestir og þarna var verkefnið það sem átti að sameina 2 félög, skipta út stjórnendateyminu, það þurfti að innleiða ný fjárhagskerfi, það þurfti að setja upp nýja verksmiðju, flytja 2 verksmiðjur á þennan nýja stað, selja fullt af fasteignum og bara gríðarlega umfangsmikið og svona stórt verkefni og þetta var verkefni sem að við lærðum alveg gríðarlega mikið af og að því leytinu til að við áttum okkur á því að við vorum rosalega góð þessum tíma að bæði greina tækifæri en líka áhættur og við listuðum upp 5 áhættuþætti við fjárfestinguna sem að síðan í rauninni á næstu 2 árum raungerðust allir. Já. Og þá kannski sögðum við okkur, já við erum rosalega góðið að greina áhættur en við þurfum að vera miklu betri að draga síðan úr líkonum á að þessar áhættur raungerist. Og í rauninni fór margt úrskeiðis í þessu verkefni og var gríðarlega lærdómsríkt. Við komumst svona út úr þessu sluppum svona nokkurn veginn með skrekkinn en fórum inn með ómikla skuldir inn í þetta verkefni og þungir í fasteignum. Öllum okkar að gera allt og mikið á allt og stuttum tíma, breyta ómiklu á stuttum tíma. Fengur svo sem COVID síðan beint í andlitið þarna ársbyrjun 2020 sem að hafði töluvert mikil áhrif á tekjulínuna en þetta var alveg gríðarlega lærdómsríkt verkefni og svona verkefni sem að hélt fyrir mér vöku margar nætur vegna þess að það var fyrsta verkefnið og ef að þetta hefði einhvern veginn farið algjörlega á hliðina í COVID sem fyrsta fjárfestingin að þá allan að horfði ég á það þannig að Alfa Framtak væri bara heila svolítið bara búið og þess að við lögum alveg rosalega vinnu í þó að svona hvað ég segja, bjarga því sem bjarga varð og við komumst út úr þessu nokkurn veginn bara á þannig sé break-even en síðan fórum við líka bara í aðrar frábærar fjárfestingar eins og til dæmis fyrirtæki sem er út í Hafnarfirði sem heitir Grá og Grjót sem er kannski einhverju leyti svolítið óhefbundið fyrirtæki fyrir svona sjóð að fara inn í þetta er svona jarðvinnu fyrirtæki
en þar og það svo gaman sko hvað það mismunandi þarfir og þrár hjá þessum fyrirtækjaeigendum sem að selja til okkar sín fyrirtæki í heild eða hluta eins og þarna í þessu borgarlvastu verkefni að þá átt að sameina tvö félög, umbreyta fullt af hlutum, stækka verksmiðjuna og svona styrkja og efla félagið sem að við gerðum kostaði bara svolítið meira heldur en við ætluðum. Já. En síðan eins og með Gröf og grjót og þar var stofnandinn þar var einhvern veginn alveg að vera búin að vinna sig í gröfina kunni kannski aðeins illa skala félagið upp öll samskipti við alla starfsmenn og alla kuna fóru í gegnum 1 GSM síma hjá þessum aðila og hann var farin að vinna bara 100 tíma í viku og var bara eiginlega að brenna út sko. Bara í börnandi já, í rauninni og hann kom í rauninni bara til okkar og sagði bara getið hjálpað mér einhvern veginn í þessu, annars var hann bara mögulega að pæli að selja all tækin og loka starfseminni sem að er náttúrulega mjög sorglegt með svona flott fyrirtæki og hann var að bara arðsemin í þessu fyrirtæki var virkilega góð að þegar að stofnendur og svona frumkvölar einhvern veginn bara komnir á vegg og fyrirtækinu svo gríðarlega háð þeim að þegar að menn eru komnir á þann stað að segja bara ég ætla bara að segja upp allir starfsmennunum, selja tækinu og ég ætla bara að loka og svo rosalega mikið þekking sem að bara getur glatast í íslensku viðskiptalífi og þetta er kannski gott dæmi það hvernig við kannski styðjum við verðmætasköpuna einhverju leyti á Íslandi er að þarna komum við að málinu, kaupum 60% hlut af hún Sigurði Gylfasyni og í rauninni bara hjálpum honum að skala fyrirtækið upp og gera fyrirtækið óháðar á honum og bara eitt af þessum við gerðum til þess var bara hann skrifaði niður bara 2 daga bara nánast mínútu fyrir mínútu hvað hann var að gera síðan fórum við bara yfir listan bara herðu, hvað er það sem að þú ert virkilega góður í nauðsynlegur, hvað ertu það sem þú ert góður í en einhver annar getur gert hvað ertu það sem þú ert bara lélugur í og ættir ekki raunilega að vera að gera síðan möppuðu bara út svona, hvað ég segja, heila viku hjá honum síðan fórum við bara að ráða fólk delegata, stýra resursunum annað og 3 árum setna var fyrirtæki farið úr 1,5 milljarði í tekjur sem var bara svona einhvern veginn þakið sem hægt var að keyra í gegnum 1 GSM síma upp í 3,5 milljarði tekjur og búið að þrefalda afkomuna og þetta er náttúrulega alveg rosalega gefandi og skemmtilegt svona verkefni að þegar maður nær svona árangri með svona fyrirtæki að leysa einhvern kraft úr læðingi eins og þarna gerðist og sem hættur að skapa álveru verðmæti algjörlega og sem að kannski stjórnandinn eða eigandinn er búin að reka þetta svolítið á hnefunum í mörg ár algjörlega en þegar það kemur að svona fjárfestingatækifærum öðru hvað er það aðalega sem að þið er að horfa til hvað sem að myndi segja svona byggt á ykkar reynslu með við þessum verkefni sem þú ert að tala núna borgarplast og svo þetta hvað er það sem að skipti mestu máli? Sko kannski klísja á einhverju leyti en það skiptir náttúrulega bara ótrúlega miklu máli að vera með gott fólk sem að maður treystir og svona hefur þessa svona, sletti svona motivation einhvern veginn að ná árangri með árangursmiðað hugafar hvort sem eru meðhluthafarnir okkar eða lykilstjórnendur í brúnni að bara traust og árangursmiðað hugafar er bara svo miklar undirstöður í því að við komumst einhvern veginn áfram í að ná árangur með þessu fólki það er svona ef annarkvort að þessum þáttum vantar hjá fyrirtækinu þá er alveg hægt að fara í fjárfestinguna en það verður bara svo miklu þyngra við þurfum að fara að breyta fólki og ráða nýjan aðila og slíkt ég myndi segja að það væri svona fyrsta sem maður horfir á í öðru lagi þá er maður alltaf að leita fyrirtæki sem að með einhverja svona leyni uppskrift sko. Af hverju eru þau að ná árangri, hvað eru þau að gera öðruvísi heldur en kannski samkeppnisaðilarnir og hvaða svona samkeppnisforskot býr það yfir og hvernig getur við einhvern veginn styrkt það samkeppnisforskot enn frekar og þetta er
svona það sem að við horfum gríðarlega mikið til að reyna að átta okkur á, við erum ekki bara að horfa á einhverjar tölur, tekju og EBITDA tölur í einhverjum ársreikningi, við erum að reyna að átta okkur á hvaða ferlar og hvaða þættir inn í fyrirtækjunum að skapa þessu fyrirtæki samkynnisfólk, af hverju það að ná árangri, hvað það sem það að gera og svona kannski ein reynsla mín að það alltaf, það yfirleitt betra að kaupa fyrirtæki sem að player nummer 1 á einhverju viðkomandi markaði og styrkja það og efla það fyrirtæki enn frekar heldur að kaupa fyrirtæki sem nummer 3, kannski miklu ódýrara verði og ætla sér að reyna að verða player nummer 1. Já. Svo leiðis að, já, samkynnisforskot og fólkið og árangursmiðað hugafar myndi ég segja að væri 2 þættinir sem við horfum hvað mest til og síðan rauninni bara svona þriðja bara hvaða tækifæri eru fyrir framan þetta fyrirtæki sem að kannski hefur ekki verið farið í út af bara alls konar ástæðum, áhættu vilja eigenda, mögulega að það sé mjög fjármagnsfrekt og ekki til peningu fyrir því eða slíkt og þannig reynum við að kortleggja rosalega vel hvernig getum við þetta fyrirtæki náða enn frekari árangur og vaxið enn meira. Já. Og svoleiðis að það svona kannski þessi 3 þættir sem við horfum á hvað mest þegar við erum að reyna að átta okkur á hvort að félag sé góður fjárfestingarkostur eða ekki, en síðan alltaf rauninni bara þegar við erum búnir að skoða þetta þrennt þá á endanum alltaf getur bara verið að við náum ekki saman verð við eigendur og það alltaf skiptir rosalega miklu máli. Já. Að fara inn á rétta verðinu og það þú getur keypt alveg bara frábæran business og verið með frábært fyrirtæki í höndunum en þú borgar bara allt og mikið fyrir það að þá ertu bara strax mættur í brekku var ávöxtunlega séð og það náttúrulega okkar hlutverk fyrst og fremst, það ávöxta peningin. Já. Fyrir okkar fjárfesta. Einmitt. Við erum ekki bara í þessu til þess að gera góð fyrirtæki enn betri, við þurfum líka einhver ávöxtun og þá náttúrulega kemur inn hvernig við verðleggjum fyrirtækin, hvernig við strúktúrum viðskiptin, hvernig við getum dregið úr mögulegum áhættu þáttum og það ekki síður mikilvægara heldur en þessi hinni 3 þættir þegar maður átt að sjá hvort sé gott fyrirtæki eða ekki. Sko. Já, það eru tölurnar að ganga upp. Já, tölurnar þurfa að ganga upp og ég held að við höfum bara náð fínum verkefnum og oft náð að brúa væntingar seljanda og okkar með ágætis hætti og mismunandi strúktúringu út af því að líka það sem við erum alltaf eiga við að eigandinn, hann veit alltaf miklu meira heldur en við. Hann er búinn að starfa í þessu í fjölda ára og stundum hefur hann bara engar áhyggjur af einhverju, en við höfum áhyggjur af einhverju. Já. Og þá ofta hægt að brúa svona þær verðmætingar bara með einhverju strúktúringu og ég veit ekki kannski hvort það sé of tæknilegt fyrir þetta spjall en við notum alls konar tól og tæki eins og bara breytanlegt skuldabréf kauprétti þess að svona djúsa upp eða rosalega velgengur forgangshlutafé með ákveðnum vörnum. Við pössum okkar alltaf í hluthafasamkomulaginu sem við gerum við alla aðila ef við erum ekki að kaupa 100% hlut í fyrirtækinu að geta stýrt því hvernig félagið er selt og á hvaða tímapunkti. Já. Alls konar svona þættir sem að skipta gríðarlega miklu máli í þessari starfsemi og þetta er rauninni þrennt. Þú ert að vera góður í að kaupa, þú ert góður í að eiga og þú ert góður í að selja. Já. Og ef að eitt af einhvern veginn þessum þáttum er brotið í svona framtagsfjárfestingum þá gengur svona heildarstarfsemin hálf illa upp sko. Já. Við leggjum rosalega miklu áherslu á bara hvernig við förum inn í fyrirtækin, hvernig við strúktúruðu, hvernig við verðleggjum þau og já. Eru þið með eitthvað svona þumalputtareglu hvernig þið eru að verðmeta fyrirtæki þegar ég get alveg ímynda mér að margir eigendur eru svolítið í skíunum þegar kemur að verðmeta fyrirtæki sem að eru kannski búin að setja bara allt lífið í sko. Já og oft er þetta náttúrulega líka bara rosalega mikla tilfinningar og þetta er svo mikill bara náttúrulega business fyrir okkur og við erum að gera þetta hverjum einst degi
en þarna ertu ofta að eiga við mótaðala sem bara stendur frammi fyrir stærstu ákvörðun lífsins sem að selja fyrirtæki sitt og það skiptir rosalega miklu máli hvernig þú nálgast aðila og svona og þetta eins og sem ég var að nefna á það svona þetta traust, þú vilt ekki að fyrirtækið lendi kannski hjá hverjum sem og það getur skipt rosalega miklu máli upp á hvernig endanlega verðið bara hvernig að við séum góðir eigendur og við ætlum að halda áfram að byggja fyrirtækið upp og upp á að reyna að ná saman einhver verð. Já. En hvernig við nálgumst það þá náttúrulega bara svona hefðbundna leiðir eins og að stilla upp einhverjum sjóstreymis líkönum og slíku. En í grunninn erum við náttúrulega bara alltaf að reyna að verðleggja einhver framtíðar tækifæri og setjum upp svona okkar fjárfestingatilgátu hvernig fyrirtæki gæti þróast. Við reynum að vera tiltölulega hófleg almennt í því, vera ekki bjarsýn einhvern veginn í að tekjuna sé að fara að tvöfaldast á 2 árum eða 3 árum og síðan keyrum við bara rauninni nokkra sviðsmyndir hvernig við höldum að fyrirtæki geti þróast á næstu 5 árum í okkar eignarhaldi og út úr því kemur síðan bara eitthvað verð sem við erum tilbúin í að borga fyrir viðkomandi fyrirtæki sko. Það svo sem ekki ekkert eitthvað gríðarlega flókin prósess þannig séð, en þarna snýst þetta aftur bara svona að reyna að brúa einhverja væntingar okkar versus mótaðarland. Já, einmitt. Ég get alveg ímyndað mér að þegar kannski lent oft í það þegar farið alltaf að kaupa eitthvað fyrirtæki og ekki náðu að semja rétt verð við eigendur. Það bara mjög oft þannig. Bara mjög oft. Við erum kannski að skoða svona 50-60 verkefni á ári og kannski 10-15 sem við tökum í einhver svona töluvert mikla greiningu og helmingurinn af þeim kannski endur við á að vilja ekki gera og hinn helmingurinn næst ekki saman við verð og við endur kannski á að kaupa 2 fyrirtæki. Þess að sían alveg rosalega mikil yfir 1 ár og ýmislegt sem að getur valdið í að við förum ekki og fjárfestum í viðkomandi fyrirtæki. En síðan bara búum við náttúrulega líka að þessum samtölum öllum sem við erum búin að vera að eiga undanfarin ár með alls konar fyrirtæki eigendum og sem dæmi eins og fyrirtæki sem við fórum í og fjárfestum í sem að heitir núna Travel Connect, eitt stærsta ferðaþjónustu fyrirtæki á landinu. Og þar vorum við í rauninni byrjaðar að byggja upp samband og traust við lykilega eigendurnar í því fyrirtæki í rauninni 2018 og 2019. Þá var samt bara ekki opnun fyrir einhvers konar viðskipti sem að gat átt sér stað en fundum strax að það var bara svona mikill samhljómur í hvernig við nálgumst hlutina og hvernig þeir nálgumst hlutina og síðan kemur bara upp þetta tækifæri þarna 2020, seint árið 2020, ársbyrjun 2021 að Icelandair setur í sölu ferðaþjónustu fyrirtæki sitt sem heitir Iceland Travel. Og þá búum við að þessu sambandi og svona þessu sameiginlega trausti á milli eigenda þá Nordic Visitor að þeir hringja bara beint í okkur og segja að við viljum ekki skoða að fjármagna þetta tækifæri með okkur. Og það oft svoleiðis mál sem að við lendum í að það kannski bara ekki opnun akkurat núna það sem við erum að eiga samtalið en við búum að sambandinu og það skiptir gríðarlega miklu máli orðsporið okkar líka, við leggjum rosalega mikið upp úr því að hafa gott orðspor. En síðan í rauninni kemur þetta tækifæri að geta keypt Iceland Travel og við bara förum í það hratt og vel að bæði ná að semja við eigendur á Nordic Visitor hvernig þetta allt saman strúkturað og þeir nýta síðan þann peningi að kaupa Iceland Travel sem kemur frá okkur. Og þetta var náttúrulega á þessum tíma náttúrulega bara í mesta svona þannig sé svartnættinu í COVID og að vera að kaupa ferðaþjónustu fyrirtæki í miðju COVID var náttúrulega svona mjög snúið og aftur eins og þú ert að spyrja hvernig verðlækjum við hlutina
að þetta var bara, þú veist, mjög snúið mál hvernig við ætlum að ná saman þetta sko, bæði við Nordic Visitor en líka hvaða verðmæti við ætlum að setja á Iceland Travel sko. Já, einmitt. Þannig að þið komið að þá þessari saminningu en Nordic Visitor og Iceland Travel sem að verður þá Travel Connect. Rétt. En hvernig eins og með það þegar að samina svona 2 félög, Nordic Visitor náttúrulega stór ferðaskrifstofa á þessum tíma og Iceland Travel líka, það er náttúrulega mjög flókið ferli að samina svona félög. Já, og í rauninni sko var ákveðið á endanum að halda bara í rauninni í vörumerkið Iceland Travel. Já. Og í staðin fyrir að vera setja þetta allt saman undir eitt brand og eina kennitölu að þá var á endanum ákveðið að hafa bara í rauninni móðufélag sem heitir núna Travel Connect sem á nokkur brönd, nokkur vörumerki af ferðaskipulegjendum og Iceland Travel er eitt af því og síðan erum við Nordic Visitor og Terranova og nokkur önnur vörumerki. En það sem að kannski svona hvernig við samþættum félagið og hvernig þeir samþættu félagið var náttúrulega bara öll svona þessi miðlæga funksjón sem að sneri að innkaupum á hótelnóttum, rútuferðum, bílalegum, nýta sér sölukanalana, hvernig allt markastarfi var framkvæmt á netinu út í heimi og þetta er allt saman þekking og mikil reynsla og sem þeir hafa náð mikinn árangur með sem að liggur svona kannski núna í einhver svona miðlægu funksjón og þjónustar þessi dótturfyrirtæki sem er Iceland Travel og Nordic Visitor. Og við vildum í rauninni halda svona í sérstöðu þessara vörumerkja og ákveðum í rauninni að sameina þetta ekki inn í eitthvað eitt fyrirtæki en nýtum svona þessa kjarnahæfni félagsins svona þvert á vörumerkin. Já, þessi samlegar áhrif. Já. En þannig eru þið komið, þetta er þess að hvað 2020, 2021 í COVID þá eru það ganga frá þessu, en þá voruð þið ennþá með fyrsta sjónu eða voruð þið búin að safna í annan? En þá voruð við ennþá með fyrsta sjónu, þetta var rauninni síðasta fjárfestingin okkar í fyrsta sjónu. Já. Og þá við fórum í rauninni kannski heldur seint af stað að safna í sjóðunum með 2. Fengum til okkar við byrjum að safna í sjóðin hausti 2021 og lokum og í millitíðinni réðum við til okkar og fengum til okkar hann Markus Hörð Árnason sem kom frá TM gríðarlegur fengur fyrir alfa framtaka að fengið og hann í rauninni svona klárar fjármögnunina með okkur á sjóðu 2 sem að loka síðan í apríl 22 í 15 milljörðum, rúmlega vissulega stærri sjóður heldur en sjóður 1. Já. Sjóður 1 fórum við í 6 verkefni og í sjóður 2 fórum við líka í 6 verkefni. Já. Og það náttúrulega þetta bara skiptir svo miklu máli svona þessi grunnvinna þegar við fórum í að safna í sjóðunum með 2, þessi grunnvinna sem við vorum að vinna alveg dag og nótt að ítra ferlan okkar, hvernig við fjárfestum, hvernig eigum við fyrirtæki, hvernig getum við selt fyrirtæki, hvað einhvern veginn skiptir máli, hvað hreyfum við nálina og við grínum stundum með þetta sko að allir innan alfa framtags þurfa að hafa það sem við kallum IRSAI, INSAI heldur IRSAI og það IR er náttúrulega bara ávöxtun og mælikvarði á hversu vel okkur gengur að það er svo auðvelt oft sko, ég geti bara verið í fullu starfi við að sinna einni fjárfestingareign en í okkar starfsemi þá þurfum við að koma auga á hvar hreyfum við nálina mest. Við erum ekki starfandi inn í businessunum, við erum yfirleitt bara stjórnarleveli og þessi svona grunnvinna, við höfum átt eitt mjög farsælt exit sölu á fyrirtæki sem við fórum í sem heitir Nox Health sem er svefnrannsóknar fyrirtæki, selur tækjabúnað og alls konar svefnrannsóknir. Áttum það í rétt 2,5 ár og seldum það til erlends fjárfestingasjóðs til Vestar Capital
og þar náðu að skila bara rúmlega helmingnum af sjóðnum tilbaka til fjárfestan okkar sem við höfum dregið á með sölu og einni eign og svoleiðis að við vorum búin að sýna að við gátum fjárfest, við vorum með góðar eignir, við gátum selt líka, við vorum búin að skila töluvert miklu af fjármagninu aftur tilbaka á tiltölulega stuttum tíma og vorum svona búin að sýna að við vissum svona allavega nokkurn veginn hvað við vorum að gera og vorum frekar áhættu fælnir heldur en áhættu sæknir og allt þetta á samt 100 daga plönunum okkar teiminu sem vorum byggja upp í Alfa Framtak, hvernig portfólían var byggð upp að þetta alltaf lagði grunninn að sjóði 2 og þú veist, eins og ég var að segja þér áðan, þú veist, þetta tók hátt í 2 ár að berja saman 5 milljarða sjóð þannig upphæði þegar við höfum ekki neitt í höndunum en síðan þegar við fórum í að safna í sjóðunum 2 þá tók þetta 5 mánuði cirka og við tókum fyrstu samtölu og sjóðurinn var bara búin að loka hann lokaði 2-falt stærri fjárhæð heldur en sjóður 1 sko. Já, fyrstu sjón, það alltaf erfiðast að byrja. Já, og síðan mitt byrjar svona þetta sem ég kalla flywheel að snúast og þegar þetta er komið á einhvern ákveðin hraða, það er alltaf minni orku til þess að annarkvort viðhalda ferðinni eða þá að auka ferðina og það er svona það sem að við horfum bæði í okkar starfsemi en líka bara inn í önnur fyrirtæki að þú ert komið með góðan grunn og góða svona, hvað ég segja góð element inn í fyrirtækjunu að bara skipta svo miklu máli að halda svona momentumunu sko. og passa sig að yfirgef ekki svona, þá grunnhæfni sem að gerði þig farsælan í upphafi sko, og fara ekki að dreifa fókusunum of mikið eða slíkt sko. Já, skiptir miklu máli. En hvernig þá eru þið svona virkir stjórnamenn í þá öllum félögum sem þið fjárfesti í? Já, í rauninni og við erum einhver frá Alfa Framtak situr í öllum fjárfestingum okkar og annarkvort þá bara sem stjórnarmaður eða stjórnarformaður og í dag Alfa Framtak orðið 12 manna teymi. Ég rauninni sitt sem stjórnarformaður í jarðvinnufyrirtækinu það sem kallast Skyggni núna eða var gamla Orgo, þú tóku það markaði og var með málstefnuna og borgarplast sem við erum búin að exita núna og síðan í stjórnarmaður í Tixli þar sem við eigum svona stóran minnihluta en það situr einhver í stjórnum allra fyrirtækjum sem við fjárfestum í. Þetta eru fyrirtæki sem ég hef annarkvort leitt fjárfestingu á eða er að sinna í dag og en í grunninn svona þetta 100 daga plan að þá koma miklu fleiri beint eftir að við erum búin að fjárfesta og kaupa viðkomandi fyrirtæki, þá koma miklu fleiri starfsmenn Alfa Framtak að málinu og undir stjórn Rakellar þar sem að eignarhaldsstjóra, þar sem að við erum svona að samstilla sýnina, setja hvað verkefni við viljum setja á oddinn, hvert við viljum stefna, setja rétta fólkið í réttu stöðunar og þegar búið að svona ákveða kursin eða stefnuna og hvert við viljum fara, þá er miklu auðveldara fyrir bara 1 eða 2 stjórnarmenn frá Alfa að vera meira í svona einhver eftirlits hlutverki og passa við séum að fylgja þeirri stefnu sem að var ákveðin í 100 daga planinu. Já, einmitt. Eru þið þá að draga þá allar stjórnendur í fyrirtækjunum sem þið eru að kaupa? Já, flesta stjórnendur, þetta er náttúrulega mest unnið með hlutum okkar forstjóra, fjármálastjóra, rekstrarstjóra, markaðsstjóra og reynum að taka sem flesta sem eru í ábyrgðarstöðu innan fyrirtækisins og stjórnendastöðu til þess að fá þá alla borð hvert við viljum fara og hvert við viljum stefna. Það við brendum okkur líka bara svolítið á því kannski fyrsta verkefninu okkar að við mættum bara komum inn, sögum herruð, við erum að fara þangað, þið þurfum að gera þetta, þetta og þetta og ef að fólkið á gólfinu sem að í rauninni að framkama allar þær aðgerðir sem þarf að komast að settu markmið, þá þarf það bæði að skilja af hverju við erum að fara þangað og í rauninni best að þau séu sammála og séu með í stefnumótuninni af hverju við erum að fara í einhver ákveðna vegferð versus að koma með einhver svona eigenda boðvald
og segja fólki bara hvað það á að gera. Það almennt hefur ekki reynst vel. Það virkar ekki. Nei, það virkar bara mjög. Samstilla fólki. Já. Já, einmitt. En eins og með Origo. Já. Hvaða ár kaupið þið í Origo? Við gerum yfirtökutilboði Origo í janúar 2023. Já. Og það náttúrulega bara eitt af skemmtilegasta og svona mest krefjandi verkefni sem að ég og held Alfa Framtak komið að. Við erum búin að vera að fylgjast með þessu fyrirtæki alveg frá 2019. Já. Og ég hef alltaf haft mikinn áhuga á þessu fyrirtæki. En þá var þarna eining inn í Origo sem hét Tempo. Já. Hugbúnaðareiningin. Já. Í rauninni þetta var bara einn hugbúnaðar af mörgum sem var inn sem blés svona rosalega út. Já. Það var tímastjórnundu kerfi sem skrifa ofan á Jira sem rekið af Atlassian. Og þetta hafði bara vaxið alveg rosalega hratt alþjóðlega og með 6.000 greiðandi viðskiptavini, var með tekjur upp á 15-20 milljónir dollara á þessum tíma 2019 sko. Og markaðsverði Origo á skráða hlutabréfamarkaðnum var alltaf bara orðið einhvern veginn afleiða af hvað fólk hélt að veri verðmæti á Tempo. Já. Og það var alltaf einhvern veginn að stækka hlutfallið af heildarmarkaðsverði félagsins var bara hversu stórt hlutfall var Tempo. Og í rauninni var félagið orðið það stórt þarna 2019, 20, 21 að það var rauninni bara alltaf stórt fyrir okkur til þess að ná einhverjum alvöru hlut og hafa einhver alvöru áhrif inn í þessu félagi að kaupa á þeim tíma. Já. Og síðan í rauninni gerist það þarna haustið 22 að Origo stjórnendur þess undir forystu Jón Björns ákveða að selja Tempo bara fullu, alveg út. Og fengu þarna hátt í 27 milljarða fyrir 45% hlut sinn í Tempo. Já. Og þá í rauninni þegar það tekin ákvörðun það að greiða megnið af þessum peningum bara út til hluthafa, þá var í rauninni afgangurinn af Origo eða í rauninni bara Origo svona slíkt utan Tempo orðin svona miklu viðráðanlegri biti fyrir okkur að kaupa. Og kannski líka var það þannig að markaðurinn þekkti kannski ekki Origo eitthvað sérstaklega vel út að það voru allir með augun alltaf á Tempo. Það voru að pæla hvað Tempo var að gera, hversu mikið þeir voru að vaksa og hver arðsemin af því væri og hver verðmætin í því getur verið. Það var einhvern veginn enginn að pæla í svona grunnrekstri Origo. En ég og við vorum búin að vera að skoða Origo allt þarna bara alveg frá 2019 og búin að fylgjast með þessu og hvernig það var búin að trakka. Og vissum að það voru bara fullt af flottum einingum, bæði hugbúnaðareiningum og tækifærum þarna inni sem að markaðurinn kannski var bara ekki átt að sjá hvar verðmætin getur verið. Já. Og þegar tekin ákvörðun það að greiða þarna 24 milljarða af 27 út úr fyrirtækinu, þá markaðsvirði Origo á hlutabréfamarkaðnum bara orðið einhverjir 11-12 milljarðar. Og við með 15 milljarðar sjóð, þannig að sjóð 2. Og við í rauninni ákveðum bara mjög eftirminnilega í lok nóvember 22 að reyna að byggja upp stöðu í fyrirtækinu. Já. Og gera í kjölfari bara yfirtökutilboði í allt félagið. Og það er mjög eftirminnilegt að við hefjum það kaupferli á markaði 9. desember 2022 sem afmælisdagur Gunnar Páls. Já. Og þetta var uppalega gert með Arion banka og markaðsvísistunum þar sem við fóru bara hringdu í stærstu hluthafana og vildi athuga hvort það verið til að selja og reynu til aðila á no-name basis. Og það gekk hvorki lönd né strönd að ná bréfum á þessum degi þarna. Og síðan átti ég einhverja planaða afmælisferð með fjölskyldunni í sumarbústaðinn og 10.
desember og laugardeginum og þá ákveðurinn að flagga okkar nafni gagnvart þessum aðilum að við værum í rauninni kaupandinn og vildum kaupa 20-30% hlut í fyrirtækinu. Já. Og þá svona fór þetta aðeins að liðka fyrir og einhverju svona sem að vildu selja okkur og einhverjum verðum. Og það sem hafði gerst náttúrulega sem var mjög óheppilegt þarna á föstudeginu var að þetta var búið að leka út að það var einhver stór kaupandi að bréfum í Origo og síðasta hálftímanum á föstudeginum þá hækkaði verðið úr 91 krónur hlut upp í 101 krónur hlut bara í einhverjum pinkulitlu viðskiptum á bara hálftíma fyrir lokun markaðar sem gerði okkur náttúrulega gríðarlegan óleik út af því að þegar maður er að kaupa á svona stóra stöðu þá var maður yfirleitt að búa til að bjóða einhverja smá premju en þarna hafði félagið bara hækkað 12-13% síðasta hálftíman áður en við ætluðum að fara að kaupa 20-30% stöðu í félaginu sem hljóp bara á 1,5 milljarði í markaðsvirði. En við erum bara að vinna úr þeirri stöðu og náðum að samfara aðila það að þetta verð þarna og þessi verðsveifla þarna í lokin á föstudeginum hefði svona bara komið til vegna þess að þau lekið að einhver stór kaupandi væri þarna á kaupliðinni og við erum buðum bara 101 krónur hlut í þessi bréf sem vorum að reyna að kaupa. Já. Og síðan er rauninni unnu við í þessu bara alveg linnulaust alla helgina og á afmælisdeginum mínum á sunnudeginum 11. desember kvöldið að þá í rauninni sjáum við til landsins og við náum að kaupa þarna 25% hlut yfir helgina. Já. Og á mánudeginum að þá tilkynnum við bara það að sjóður eftir Alfa Framtags varum að kaupa 25% hlut í félaginu og hygðist gera yfirtökutilboð í allt félagið eftir að öll svona skilyrði fjármálaeftirlitsins og annarra aðila yrði fullnægt. Og þarna voru við búin að kaupa hlut í félaginu fyrir 82,7 milljarða. Vildum gera yfirtökutilboð í félag sem var 14,1 milljarðar á markaðsvirði og sjóðurinn okkar var 15 milljarðar. Já. Og við vorum með skorðu það að við máttum ekki setja meira en 4,5 milljarða eigi fyrir eitt einasta verkefni. Já. Hvert og eitt verkefni. Svoleiðis að þá í rauninni upphófst miklar samningaviðræður og viðræður við fjármálastofnunum að reyna út að við þurfum að fjármagna alla 14,1 milljarðana til þess að geta sett út yfirtökutilboð. Það ef allir myndu selja inn á tilboðið. Já. Að þá þurfum við að vera með peninga klára til þess að kaupa til að borga. Já, til að borga hvern einasta hlut í félaginu. Og þess að þarna voru við rauninni með þessa skorðu að geta bara sett 4,5 milljarði í eitt verkefni en þurftum einhvern veginn að fjármagna 14,1. Já. Og sem betur fer eftir marga fundi með alls konar fjármálastofnunum og hvernig við getum gert þetta, þá var Arion banki tilbúin að styðja okkur í þessu verkefni og það var ýmislegt þegar við vorum að vinna þessu yfirtökutilboði. Það komið til okkar fullt aðilum og sögðu, herðu, ef að þetta er flottasta verkefni sem Alfa Framtak getur farið í og Guð hjálpi private equity geiranum og þá var aðil sem komið til okkur og sögðu, ykkur mun aldrei takast að kaupa þetta og hluthafar sem voru hérna í hópni sem komið til okkur og sögðu, ég mun aldrei selja ykkur og bara ýmis svona pólitík og dýnamík sem að menn voru að reyna að kreista hærra verð fyrir sig og þetta voru alls konar svona hagsmuni sem að þurfti að managera í þessu yfirtökuferli. Já. En Arion banki hafði trú á þessu verkefni og var tilbúin að bakka okkur upp og við náum í rauninni saman alveg rísa lánapakka með Arion banka og komum yfirtökutilboðinu í loftið í janúar 2023 sem að klára síðan í mars og við endum á að kaupa sem að var eiginlega algjörlega í sweet spotinu okkar, endum á að kaupa 65% hlut í fyrirtækinu. Já. Það við vildum heldur ekki að myndu allir selja inn á tilboðinu. Nei, þá er þið svo rosalega mikið skuldsetning á dílnum Já. En við vildum líka ná yfir 50% hlut. Þetta var svakalega svona list að reyna að stýra hvar þetta myndi lenda og eins og ég segi, fullt af aðalum sem hefði enga trú á þetta myndi ganga, aðalar sem að
þú veist, komið til okkur og sögðu að þetta myndi aldrei ganga, aðrir sem sögðu að þetta væri umrætt verkefni, þú veist, og bara, þú veist, því líkir svona einhver turbulence og hringiða í þessu. Og síðan alltaf bara kláraðist þetta farsalega og eftir alveg rosalega mikla vinnu og maður svona bara smá eins og sprungin blara þegar maður setti þannig á fyrsta stjórnarfundi sinni í Origo eftir yfirtökutilboð og sátu þarna 12 manns við borðið, ég var þarna mættur einhvern veginn fyrir hönd Alfa framtak, smá eins og sprungin blara og allir horfðu á mig og bara, hvað nú? Já. Veist, hvað að fara að gerast? Já, það er svakalegt verkefni að fara inn í. Já. Líka álveru stærðagraða. Já, við náttúrulega bara mögsuðum okkar fjárfestingagetu, settum 4,5 milljarð inn í þetta equity og tókum töluvert mikla skuldir, við endum að setja hátt í 5 milljarða skuldum á verkefni. Já. Svo við fórum alveg bara svolítið all in í þetta verkefni. Og þú veist, maður spurði sig alveg reglulega, þú veist, er ég ekki örugglega að sjá þetta rétt? Er ekki tækifærin alveg pottþétt þarna, sko? Hvaða tækifæri er það sem að þið sáu þá staðist í Origo? Og það sem að við sáum var náttúrulega að Origo var bara einn risastór grautur af alls konar vörum, hugbúnaðarvörum, þjónustuleiðum sem að voru einhvern veginn bara grafin undir Origo merkinu og voru kannski að einhverju leyti svona smá að kóðna niður í svona fyrirkomulagi það sem kannski bara mikil bjúrokrasía, margir leirar, menn voru að reyna að búa til einhver ákveðin vörumerki utanum sínar vörur en samt einhvern með Origo-merkið, það var engin alvöru svona stjórnarumgjörð yfir kannski deildum og vörun sem voru að velta kannski bara milljarðið pluss inn í Origo. Já. Og ég held að markaðurinn hafi kannski ekki átt að sig á öllum þessum tækifærum sem voru inn í Origo, en síðan vorum við líka búin að sjá bara fullt af fyrirtækjaviðskiptum á hugbúnaðarvörum sem voru bara að seljast á alveg rosalega háum verðum, mörgu sem tekjur og við erum í kaupum Origo á réttum 8 sinnum EBITDA og það var búið að vera stanslaus uppbygging og fjárfesting í mikið af þessum vörum sem að öll var bara gjaldfæri gegnum rekstur, þannig að undirliggjandi afkoman á félaginu, þú veist, ef það hefði bara verið tekin ákvörðun að slökkva á þróun á einhverjum ákveðnum vörum, þá var undirliggjandi afkoman á restin af Origo miklu hærri heldur en ársreikningarnir sem þau tilum. Já. Og ég held að kannski hafa ekkert allir átt að segja á þessu. Svoleiðis að við hugsaum hvernig getum við lyft þessum tækifærum og þessum vörum sem inn í Origo upp á næsta plan og elt þau og styrt þau. Og þá var rauninni bara þessi vegferð sem við erum búin að vera á núna í 2,5 ár, að það er að auka svona stjórnulega fókus, aðgreina þessar einingar miklu betur. Þetta er bara að það passar stundum ekki saman bara að vera með einhverja rosalega nýsköpun og hugbúnaðarþróun við hliðina á tölvusölu. Þetta er bara allt öðruvísi kjarnahæfni og hugsunarháttur og svona way of doing business, en það var einhvern veginn búið að reyna að steypa öllum í sama mótið. Já. Og þegar við vorum komið með svona okkar framtíðarsýn að einhverju segja slíta Origo í sundur, við segjum veita þessum einingum vængi, að þú veist, við tókum heilbrigðislausnir út úr Origo og það var stofnað sér fyrirtæki sem heitir Helix Health, sem er bara þunga meðan í rekstri á íslensku heilbrigðiskerfi í upplýsingatækni. Þar erum við bara komið forstjóra, við erum komið innviði, okkar eigið vörumerki, getum farið að tala gagnvart kunnunum, bara hérna er Helix Health, við erum á þessari vegferð, við erum ekki að selja einhverja tölvur og snúru við hliðina á, skiljur. Þetta er bara okkar fókus. Það er eitt dæmi, annað dæmi var, við vorum með ferðalausna einingu. Já, var það ekki bílaleigukerfi og það? Jú, Karen og Reserva og allt saman, Booking Factory. Já. Við vorum bara,
þetta bara einhver pinkulítil eining með 5-6 starfsmönnum hérna inn í þessu risastóra fyrirtæki Origo, svona lítill stjórnarlegu fókus á þessu, ógeðslega mikil peningur sem bara fari að fjárfesta í þessu. Ekki bara best að við saminum þetta við leiðandi fyrirtæki á markanum sem go to. Seldum bara inn í þá einingu og tókum hlutabrif í staðinn. Þá bara ferðalausna batterið okkar komið þangað í leiðandi fyrirtæki sem bara ógeðslega gott í að búa til ferðahugbúnað. Við vorum komið heilbrigðislausnina sér, ferðahugbúnaðinn sér. Síðan vorum við með þetta fyrirtæki út í Svíþjóð sem heitir Applikon sem svona, var basically bara með 2 kúnna að veita þjónustu kringum SAP fjárhagskerfið. Það var ekki búið að skila hagnaði í 4 eða 5 ár. Fórum mjög rosalega endurskipulagningu á þeim rekstri, snérum því úr break-even í hátt í 200 milljón króna EBITu á 18 mánuðum og seldum það í rauninni bara, þetta var bara fjarlægt, svolítið irrelevant fyrir rekstur, Origo sem slíkt og fengum bara mjög gott verð fyrir það og samt í að selja sem við kallum bankalausnir og SAP-deildin okkar út úr Origo. Og stefnan var alltaf, Origo á að vera bara svona fyrirtæki sem að getur þjónustað alla atvinnugreinar. Hvort sem það með fjárhagskerfi Business Central, tæknilega ráðgjöf, rekstur og hýsingu, þjónustusamninga eða slíkt. Og við vorum að slíta út í rauninni allar einingar sem voru svona sector specific, ferðalausninar, Helix og þá líka bara flýtur upp á yfirborðið, hvar þessar einingar að ná árangri og hvar ekki, þegar komið svona þetta sjálfstæði, út af því að sjálfstæði fylgir líka ábyrgð. Og þetta bara eins og þegar fólk flytur að heiman, það rosa gott að vera heima hjá mömmu og pappa og einhvern veginn láta þvoa þér og elda fyrir þú og svona, síðan þú komin að heiman, þá hefur miklu meira frelsi, en þú hefur líka miklu meiri ábyrgð á að þrífa sjálfur og elda sjálfur og sjá heimili og slíkt. Og það kannski bara svolítið það sem að við vorum svolítið að kasta bara fuglunum úr hreiðrinu, og náttúrulega veita aðgengi að bæði fjármagni og þekkingu og umgjör sem að hjálpa þeim að ná árangri. Svoleiðis að önnur risabreiting sem við gerðum var að taka það sem hét notendabúnaðar sem var rauninni bara tölvusalan, heyrnartólin, snúrurnar og allur bara þessi hardware sala. Bókum það út úr Origo. Það sem það hafði í rauninni ekkert með hugbúnaðar þannig séð framleiðslu að gera og gerðum þar í rauninni bara sér fyrirtæki sem heitir í dag Ofar. Fyrirtæki sem veltir 8-9 milljörðum á ári sem bara með sinn framkvæmdastjóra. Og þegar við rauninni gerum þá breytingu að þá er í rauninni Jón Björns og stígur til hliðar sem forstjóri sameinaðs félags, tekur stjórnarformann í því félagi, algjör sérfræðingur í smásölu og nýtist hans kraftar og þekkingu og reynsla, það gríðarlega vel þar. Og aðilinn sem við höfum fengið sem stjórnarformann yfir öllu verkefninu á sín tíma, Ari Danielsson, hann í rauninni tekur við forstjóra taumunum þá og var þá svona búin að vera að kynnast verkefninu í 2-3 ár, hann gæti algjörlega byrjað bara hlaupandi. Svoleiðis að, og það fullt af öðrum aðgerðum og ég bara búin að vera með fullu fangi við að svona hafa yfirumsjón með þessu verkefni og það var gríðarlega gefandi og skemmtilegt. Og á 2,5 ári þá erum við búin að skila núna, við erum með svona kannski sambarilega afkomu og veltu og við vorum með þegar við tókum félagið markaði, en við erum búin að skila 9,2 milljörðum til hluthafa á 2,5 ári af þessum 14 sem við keyptum félagið á. Það er mjög gott. Og búin að greiða niður allar skuldir, yfirtökuskuldirnar og við eigum með þá í mínum huga 90% verðmætanum eftir. Svoleiðis að þetta alveg frábært dæmi finnst mér bara gagnsemi framtakssjóða að þessi breyting og þessi turbulence sem við erum búin að búa til í þessu fyrirtæki núna á síðustu 2,5 ári. Þetta hefði aldrei verið hægt að gera þetta með félagið skráða markað.
hlutabréfaverðið hefði bara verið alveg út og suðu, fram og tilbaka, lánveitendur hefði verið alveg að fara á taugum og slíkt, skilur. Já, mikið að sveiflum. Rosa sveiflum og markaðurinn eru ekki skilið almennilega hvað við vorum að gera, það farið rosa mikil orka í að útskýra þetta, við vorum að selja einingar og splitta þessu út, bara öll samskiptin við Kauphöllina og FME og upplýsingaskylda og allt þetta. Þess vegna var svo gríðarlega mikilvægt að við myndum ná að afskra félagið. Þegar við myndum ná, og það var það sem ég var alltaf stressaðustu fyrir. Hvort við myndum ná að afskra félagið. Og við vorum svona með kannski einhver leyti slæmt fordæmi þegar var reynt að, og við reyndum að afskra heimavelli á sínum tíma, 2018. Þá sagði Kauphöllin að það yrði sko að vera 90% samþykki hluthafa til þess að taka félagið úr Kauphöllinni. Og þegar að yfirtökutilboðið okkar var búið og við áttum 65% hlut í félaginu, og þá náttúrulega hófst töluvert mikil vinna að samfara þá hluthafa sem að eftir voru að það væri skynsamlegt að afskra félagið og ná þessum 90% stuðningi sem að við líklega þurftum til þess að afskra félagið. Við hefum ekki náð að afskra félagið, þetta hefði tekið miklu lengri tíma, þetta hefði verið miklu kostnaðarsamur að fara í þessar aðgerðir, það hefði verið miklu erfiðara. Já, miklu erfiðara að hreyfa sig. Já, en það tókst, það var ekki nema einn aðili sem að á endanum greiddi atkvæði gegn afskráningunni. Og hún var samþykkt þarna með 92-3% atkvæði á fyrsta hluthafafundinum okkar. Sem var bara gríðarlega ánægjulegt og nú erum við svona komin í hálfleik með þetta verkefni, en helling af verkefni sem að þarf að vinna að, en við erum komið með eiginlega allar einingar á rétta staði. Það var í fréttunum held í síðustu viku eða þar síðustu viku að við vorum að taka hugbúnaðinn, mannauðshugbunaðinn Kjarna út úr Origo og sameina við félag sem við keyptum fyrir á árinu sem heitir Múta, og þar með verður til einn stærsta mannauðslausna tæknifyrirtæki landsins. Og þegar þeirri færslu lokið þá stöndum við eftir með heilbrigðis tæknifyrirtæki, við erum með mannauðslausna tæknifyrirtæki, við erum með Origo sem að getur bara þjónusta öll fyrirtæki landsins sem að snýra svona tæknilegri innviðum og tæknilegri umbreytingu. Við erum með Ofar sem er með alla búnaðarsöluna og síðan eru svona minni vaxtarsprotar inn á milli í sér boxum, en nú er svona kannski eiginlega öll púslin komin á réttan stað í hálfleik, og núna snýst þetta bara svolítið að stekka og keyra áfram vegferð hvers og eins félags, og á endanum hvort sem að félagið verður allt saman skráð aftur eða við seljum og komum með þessum fyrirtækjum í góðar hendur annar staðar. Það er bara svona þess að ráðast að næstu 2-3 árum. Já, hvað verður exitið á ykkur þá? Já. Er þetta Origo þá staðista verkefni sem að þið hafi farið í? Já, algjörlega, ég myndi segja það. Staðista og svona umfangsmesta og líklega flóknasta verkefni sem við farið í. Og bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt verkefni út að auðvitað maður lærir mest af þeim sem að mistökunum sínum, en þetta er bara búið að ganga svo ótrúlega vel upp samkvæmt plani einhvern veginn, að maður horfir við síðustu 3 ár bara alveg ótrúlega stoltur af það sem er búið að afreka. Og aftur þegar þú spurðið mig í upphæði viðtalsins hvað við horfum á þegar við erum að greina og skoða fyrirtæki, að bara þetta fólk sem er búið að vera á gólfinu inn í Origo og reglífin yfir allar eignina sem var að telja upp heitir Skignir núna. Þetta fólk sem er búið að vera með okkur í þessu er bara algjörlega frábært, og þetta auðveldar líka bara vinnuna mína svo ótrúlega mikið að hafa rétt fólk á réttu stöðum. Ari Danielsson sem tekur við, bara algjör jarðýta, Jón Björnsson, arkitektin svolítið af þessu plani með okkur, er núna stjórnarformaður Ofar með honum Jóni Mikael sem er bara að gera frábæra hluti, Arna Harðardóttir í Helix, forstjóri þar, bara ótrúlega öflug og drífandi
og bara brennur fyrir það félag, heilbrigðistækni félagið. Já. Þú veist, einhver Sigur Tómasson inn til okkar og Árna Geir og bara nefnt fullt af fólki og bara allt fólk sem bara kemur svona með, þú veist, batteries included. Það þarf ekkert að mótivera þau eða vera með svipun á þeim, þú veist, þau eru bara ótrúlega drífandi öllsumul. Og, þú veist, og aftur þegar maður er búinn að einhvern veginn teikna með þeim vegferðin og planið, þá eru þau bara að executa bara alla daga. Og það er bara beautiful að fylgjast með þessu, sko. Já, vera með rétt fólk á réttum stöðum. Algjörlega. En núna voru á þessu ári voru að klára sem sagt að 3. fjárfestingarsjóðin hjá okkur sem hvað stæðstur, langstæðstur til dagsins í dag, var ekki 22 milljarðar? Jú, við kláruðum hann í rauninni í apríl og við fjárfestum í rauninni sjóði 2 mikið hraðar heldur en sjóði 1, sko. Já. Eins og ég var að segja við áðan að það voru rosalega áhættufælinir og voru svona að finna okkur með fyrsta sjóðin. Sjóðu 2 voru við náttúrulega lítið svona þess að því að við settum svolítið all-in hann í Origo-verkefnið. Stór, næstu 1/3 sjónum fór í það verkefni. Við fjárfestum honum í rauninni á 3 árum og var aðeins framþyngri. Við fórum í að safna þá 3. sjónum kannski örlítið fyrr heldur en við ætluðum okkur. Og þar lögðum við upp með rauninni að taka svona næsta skref í okkar starfsemi sem er að við viljum reyna að tengja okkur meira við, þú veist, Evrópu og bara útlönd. Við erum búin að vera svolítið í svona hálfgerðu fiskabúri á Íslandi í svolítið langan tíma. Já. Og kannski einhverju leyti þjóðin svona aðeins lítil í sig einhvern veginn ennþá eftir þetta, þú veist, hrun og það allt saman og svona fáir aðalega sem eru kannski að sækja mikið erlendis. Ferðaþjónustan bara orðin svona okkar krútlega atvinnugrein og það allt saman. En það sem við viljum gera með sjóð 3 var að brjóta blaðið sögunni með að fá í fyrsta skipti erlenda fjárfesta sem fjárfesta í svona framtakssjóði á Íslandi. Og þetta hefur aldrei verið gert og fór alveg ótrúlega mikil vinna í að svona byrja að byggja þessa brýr og fengum hana Önnu Þorbjörgu sem kom frá Fossum með okkur í þetta verkefni og kannski löngsaga stutt að á endanum fengum við kjölfestu fjárfesti inn í sjóði 3 sem heitir European Investment Fund sem var tilbúinir að styðja við okkur og hafði trú á okkur og koma með 30 milljón evrur, þeir eru 4,5 milljarð inn sem kjölfestu fjárfestir í sjóði 3. Já. Og þetta er svona partur af strategíun okkar að reyna að byggja bæði meiri tengsl og stærri brýr einhvern veginn yfir til Evrópu og náttúrulega okkar svona framtíðarsýn er og viljum gera meira með 3. sjóð er að styðja íslensk fyrirtæki í að ná árangri erlendis. Við erum að selja fyrirtækjum okkar svolítið snemma úr landi og það er ekkert eitthvað rosalega mörg dæmi það að íslensk fyrirtæki séu einhvern veginn að sigra heiminn eða ná gríðarlegum árangri í Evrópu. Nei. Og þú veist, maður alltaf orðin bara ótrúlega þreyttur og alltaf hlust á sömu tugguna með Marel og Össur eitthvað, þú veist, það verðum að byggja næsta Marel og Össur. Marel og Össur voru byggð upp fyrir 20 ára síðan, sko. Já, einmitt. En auðvitað kom, þú veist, Kerecis og svoleiðis fyrirtæki, þú veist, það er bara frábær saga. En svona okkar hugsjón með 3. sjónum var að reyna að styðja fleiri íslensk fyrirtæki með fjármagni og þekkingu og tengslanetti í að þora að fara meira með sína vöru og þjónustu út og skapa það en meiri verðmæti fyrir Ísland. Það endanum eru náttúrulega bara útflutningsdrifið hagkerfi og okkar lífsgæði eru háð því hversu mikið við erum að flytja út. Já. Og þess vegna vildum við hafa sterka erlenda fjárfesta á bakvið sjóðin og það tókst. Við erum með nokkra líka minni aðila sem eru fjárfestar í sjóði 3 og hann endaði rauninni í 22 milljörðum sjóðurinn en við höfum heimild til þess að stækka upp í réttum rúma 30 milljarða og hugmyndin okkar er þá núna svona
fara og snerta aðeins á fleiri erlendum aðilum næstu mánuðina til þess að styrkja svona enn frekar þessa sýn og þetta markmið að reyna að byggja þessa brú á milli Evrópu og Íslands. Já. Hvað eru þið byrjaðir eitthvað að fjárfesta úr sjónum? Já, við við í rauninni það var þarna svona, við vorum eiginlega komin í spreng því leitinu til að við vorum búin að ráða tölvöld mikið af fólki, við vorum búin að klára sjóðinn, stækka mjög hratt, vorum í frábæra fjárfestingu þarna í árslok í fyrra í Lyf og heilsu, sem var tölvöld stór fjárfesting sem að kláraði sjóð nummer 2 hjá okkur og það var þarna eiginlega tímabil svona 2-3 mánuðir þar sem að við vorum þannig séð ekki með penning en við vorum bara með mikla staðfestu að við myndum að klára þennan sjóð nummer 3 á góðan tíma, þannig að við vorum búin að læna upp nokkrum verkefnum og hegðum okkur bara áfram eins og þessi sjóður væri bara að fara í lofti hvað og hvernig. Þannig að fyrstu 2 fjárfestingarna sem við gerðum var eiginlega bara á degi 1 þegar sjóðurinn var búið að kvitta undir allt og lokaði sjóðunum og þá fórum við eiginlega bara að draga beint á fjármagn voru bara tilbúnir. Já, voru bara tilbúnir og það svona svolítið rýmar inn í þetta, það 2 fjárfestingar sem að ég var að nefna svona útflutningsdrifin fyrirtæki að við vorum kjölfestu fjárfestir í fjármögnunarlotu Samherja fiskeldi sem hafa verið að gera bara gríðarlega góða hluti og ótrúlega langa og mikla reynslu umfram aðra kannski í ræktun á laxi. Við fórum þar inn með töluvert mikla fjárfestingu og síðan í rauninni kaupum við í samstarfi við annan framtakssjóð norskt fyrirtæki sem heitir NP Innovation sem að framleiðir svona vatnshreinsi búnað fyrir bæði fiskeldi á landi en líka seiðastöðvar og svona þetta fyrirfram eldi áður en seiðin fara í sjóinn Já. Og svoleiðis að með báðum þessum fjárfestingum erum við náttúrulega að segja við mikla trú á þessum aðilum og þessu landeldi almennt en líka bara að styrkja þessar útflutningsgreinar okkar og láta þetta verða veruleika að við getum verið að flytja út kannski í gegnum Samherja fiskeldi 35.000 tonn eftir 5-8 ár Já. og það svona almennt myndi ég segja að þú veist, maður alveg bjartsýnn með íslenskt atvinnulíf, það rosalega mikill drifkraftur í mörgum aðilum Já. Þú veist, hvort sem það kemur að lyfjaiðnaðinum, fiskeldinu, ferðaþjónustunni, hugbúnaðar tengdum og nýsköpunar greinum, það rosalega mikil gróska í gangi en þetta mætti svona umhverfið og umgjörðin vera aðeins betri. Aðeins stærri. Já, bara svona kannski svona politist kannski helst. Já, einmitt. En hvernig þú veist, þegar þið farið á stað 2017, voruð þið þá búnir að mappa út þessa vegferð að þið væruð alltaf að safna í þessu sjóði sem sagt? Já, yfirleitt mótilið þannig að fjárfesti sjóðunum á yfir svona 4 ár og síðan þarf það safna í annan sjóð. Þú ert að gera það samhliða fjárfestingum og með þú ert að keyra í gegn verkefni sem búin að fjárfesta í þá? Já, í rauninni. Síðan út af líftími þessara sjóða yfirleitt bara svona 8-10 ár. Verkefni núna svona næstu kannski 2-3 ára verður bara að selja þessar eignir úr fyrsta sjóðnum. Já, loka honum. Bara loka honum. Já. Og kannski eftir 2 ár þá verður við ekki lengur með 3 sjóði í rekstri, þetta bara 2. Já. En síðan kannski eftir 3-4 ár þá verður við komið með 4. sjóðin í rekstri og þá verður við aftur komið með 3 en búin að loka fyrsta sjóðnum. Já. Þannig að þetta alltaf sjálfstæð ákvörðunin hver og eitt sjóður hjá öllum okkar fjárfestum hvort að þið viljið taka þátt í honum eða ekki. Svona einhverju leyti, þetta ekki svona eilíða fjármagn. Við erum alltaf með þessa pressa á okkur að finna góð verkefni, vinna úr þeim, selja, skila peningum. Og síðan þá með næsta sjóð þá það bara sjálfstæð ákvörðun hjá okkar fjárfestum, vilja vera með í honum eða ekki. Já. En við vorum alltaf bara gríðarlega ánægðir með hvað var rosalega góð þáttaka hjá fjárfestum í sjóði 1 sem að vildi líka taka þátt í sjóði 2. Já. Náðum að útvíkka líka töluvert mikið svona þetta fjárfesta mengi og margir nýjir sem er komin í sjóð 2 og líka inn í sjóð 3. Já. Við erum komin með hátt í
70 aðila pluss sem eru þá fjárfestir samtals í þessum 3 sjóðum sko. Já, þetta þá aðalega fagfjárfestar Já, íslenskir? Já, þú veist, minnsta fjárfestingin sem í hverjum einu sjóðu svona kannski rétt 100 milljónir. Já, það svona lágmarki. Já, það svona lágmarki. Já, og hvernig svona samskipt ykkar við þessa fjárfesta þegar þið eru búin að samna í sjóðin og eru það fjárfesta? Eru þið þá alltaf að veita þeim upplýsingar hvað þið að gera? Já, við svona erum með tvisvarsinnum ári erum við með svona nokkuð ítarlega skýrslur, hálfsás og heilsáskýrslur. Já. Síðan höfum við svona sendt ad hoc fréttabréf tvisvar ári. Já. Svona snertingin kannski svona formlega snertingin kannski svona við alla svona 3-4 sinnum ári. Já. En það sem við vildum líka reyna bara að skapa svona ákveðin hópur eða klúbbur af aðilum sem bara hafa náð árangri í business, eiga töluvert mikið af fjármunum, en líka bara leyfa þeim að vera svolítið með okkur í þessu. Og það sem við höfum verið að gera að við kaupum fyrirtæki og erum komin kannski eitthvað áleiðis með að vinna með viðkomandi fjárfestingu eða fyrirtæki, þá bjóðum við fjárfestunum öllum og í heimsókn bara hitta managementteymið segir aðeins frá hvað framundan og kynni starfsemina og þannig þetta svona miklu áþreifanlegra. Það sem að fjárfestunum sjá hvað raunverulega peningunum að fara í og hvað skonar rekstur og hvaða fólk að bak við reksturinn og slíkt. Já. En síðan líka bara, þetta svo mikið af öflugu fólki sem í baklandinu okkar, oft líka bara við erum mjög góðum persónulegum tengslum við marga og við leitum ráða eða fáum díla eða slíkt og það sé alltaf náttúrulega ákvörðun á endanum hjá Alfa Framtak hvort við leggjum mál fyrir stjórn eða ekki til samþykktar eða ákvörðunar. Þá þetta fólk bara í miklu flæði, yfir mikla þekkingu kannski á einum geira, þú hringt í það og leita ráða eða upplýsinga eða slíkt. Þetta bara frábært að hafa svona breiðan hópa af fólki í kringum okkur sko. Eins og ég segi, þetta 70 aðilar pluss sem eru komnir í þessa 3 sjóði sko. Og byggja upp gott tengslanett. Mjög gott tengslanett og Ísland svo sem ekkert eitthvað gríðarlega stórt en það sé líka bara allan það sem ég persónulega lagt upp með að hafa bara kannski reyna ekki að vera út allt en vera með svona bara góð og djúp tengsl við aðila í staðin fyrir að vera einhvern veginn svona yfirborðinu með mörgum. Einmitt. Þá hef ég svona einhvern veginn lagt meir upp úr því að vera með færri en svona betri bara sambönd. Geta sokkið betur í verkefni þá. Já, og líka bara einhvern veginn náð betur til, fólks og aftur, það kemur bara líka aftur þessu trausti, og eins og með, svona grunnstoðir bara Alfa Framtak og svona þessi gildi sem við höfum sett okkur, þau eru 3, árangur, orðspor, samvinna. Við viljum ná árangri fyrst og fremst, við viljum ekki ná árangri eða það kostar okkur og orðsporin okkar. Og við áttum okkur á því að við erum ekki að gera þetta allt saman einn, þetta samvinna með fullt af öðru fólki, hvort sem það heitir fjárfestarnir okkar, stjórnendurnir okkar, ráðgjafanir, fjármálastofnanirnar, starfsfólkið okkar, og þetta þarf allt saman að vinna saman og við þurfum að geta nýtt okkur mismunandi hæfni og tengsl og styrkleika hvers og eins. Þannig að þetta oft horft á þannig að Alfa Framtak með 10-12 starfsmenn sem reyndar stærsta framtagsfjárfestingateymið á landinu en bara fólki og baklandi í kringum okkur telur kannski á 100 pluss aðilum sem við þurfum að vera í góðum samskiptum við og geta treyst og stólað á og það náttúrulega bara ótrúlega gaman líka sko. Mikið þekkingan innanborðs. Já, ég held að það sé bara töluvert mikil og þetta bara gengið á móti blásið í ákveðnum verkefnum og þetta heilt yfir gengið bara rosalega vel. Ávöxtun á sjóði 1 og 2 norðan við 20% ári og meðan skráði hlutabréfamarkaðurinn bara varla búin að skila ávöxtun í 5 ár sko. Þessi verkefni hafa bara gengið heilt yfir mjög vel og ég held að svona þessar undirstöður sem að við byggðum undir félagi strax í upphafi
séu stór partur af því og svona hvernig við stiltum upp okkar framtíðarsýn og verklagi, hvernig við vinnum hlutina sko. Já. Það sem skilur ykkur árangri. Já, og þetta aftur svona, þú veist, hvað okkar secret sauce, sko, þú veist, eins og ég var að segja við áðan, þegar maður að skoða fjárfestingarkosti, þá reynir maður alltaf að átta sig á hver leyniuppskriftin í fyrirtækinu, akkur er hann á árangri og hérna og hjá okkur held ég að þetta sé bara rosalega sterkar svona grunngildi, grunnstoðir, traust og þessi samvinna skiptir bara alveg ótrúlega miklu máli og líka bara það sem við höfum mikið hérna lagt upp með og ég persónulega, þú veist, er að þú veist, þetta svona ego, þú veist, það getur oft verið rosalega mikið ego í almennt í þessum geira, þú veist, bara þetta er mín ákvörðun, þú veist, ég var að standa með henni og þú veist, kannski einhver svona minna verið að leita ráða til aðal og slíkt, við höfum bara byggt upp okkar starfsemi á því að þú veist, við erum bara að reyna að taka sem bestar ákvarðanir, við gerum það saman og þú veist, það er engin, þú veist, ég á ekkert órugóverkefni fyrir eitthvað heldur en alfa framtak, við erum bara saman í þessu, við stöndum bak við ákvarðanina saman, þú veist, við rökræðum alveg harkalega á fundum og slíkt, en síðan þegar ákvarðanir er tekin og þá bara flykkjast allir á bak við hann og þetta er ekkert eitthvað svona þessi var með þennan díl og þessi með þennan díl og þegar hann fór í skrúuna þá kemur eitthvað I told you so og svoleiðis sem á oft til að gerast inn í fyrirtækjum sterkir karakterar og slíkt en hérna við forðumst það alveg eins og heitan eldin. Hvað er svona framundan hjá okkur núna? Nú er samlíðan sjó og þú segir að seinni hálfleikur í Origo og með 4 börn og ert núna í fæðingarorlofi í fyrsta skipti. Já, það er hérna, ég er í fæðingarorlofi til 20. nóvember en hérna framundan hjá okkur er náttúrulega bara að fjárfesta þessum sjóði 3 bara mjög vel. Við eigum alveg 17 milljarða eftir af þessum sjóði sem við þurfum að fjárfesta skynsamlega á næstu 3,5 ári. Það er stærsta verkefnið. Næst er náttúrulega bara að klára þennan sjóð 1 til litinu til að við eigum hann 4 eignir eftir af 6 í sjóði 1 og finna gott heimili fyrir þau félög og skila peningunum aftur til okkar hluthafa í þeim sjóði. Það verður alveg töluvert að ná utan það og síðan myndi ég kannski segja að við höfum bara þú veist, maður horfir 5 ár fram í tíman og aftur kemur inn á þess að byggja þessa brýr til Evrópu að okkar framtíðarsýn er að við viljum að Ísland sem heild fara að hugsa meir að ná árangri erlendis og reyna að styðja það með hvaða hætti sem að það er og að geta verið bara þannig félag, alfa framtak að við erum partner fyrirtækjana og að við getum boðið upp á bara svona heildstæða lausn í fjármögnun hvort sem að það er í eiginfinnu lánsfinnu eða blöndu á báðu tekið kannski þátt í aðeins meira af uppbyggingaverkefnum sem við höfum ekki verið að gera þar að segja svona startup svona greenfield kannski meira ég held að sé ekki það er ekki á stefnuskráninu hjá okkur að fara í það sem kallast venture capital. Nei, það er mikil áhætta. Það er áhætta en mér finnst bara að vera allt öðru þessi kjarnahæfni sem þú þarft að hafa í venture capital heldur en í framtagsfjárfestingum að því leytinu til að þú ert að vinna með kannski bara frumkvölum, þú ert ekki með neina tekjur, þú ert alltaf með einhvern veginn áhyggjur á næstu fjármögnunarlotu og þetta er bara svona miklu snúnara okkur í framtagsfjárfestingunum, það er bara ein regla og það er bara ekki tappa peningum versus í venture capital þá þarfst að vera tilbúin að bara 1, 2, 3 félög bara fara á hausinn langt flest félög fara á hausinn og það er bara einn vinner en það er held ég ekki á stefnuskránni en svona almennt bara vera fjármögnunar partner íslenska atvinnulífs
og að hjálpa þeim að ná árangri, hvað sem það hérna heima í núverandi starfsemi að sækja út og við höfum rosa mikið metnað að taka stærri skref í þeim málum. Já. Hvað eru svona aðelar sem að leita til eitthvað sem að myndi hafa á þú veist, að þeir myndi fjárfesta í þeirra fyrirtækjum? Er eitthvað svona ákveðin stærð sem að þeir að horfa á þá af fjárfestingu og talaður hámarkið að náðan 4,5 milljarður, en er eitthvað svona lágmark líka? Já, við með viljum sagt að sko allt undir 500 milljónir í fjárfestingu frá sjóðunum er oflítið. Já, bara tími og annað sem Þú veist, það tekur eiginlega svona jafn langan tíma að kaupa fyrirtæki sem að kostar 1 milljarð og kostar 5 milljarða. Þú veist, við náum meiri skala og svona, ég fæ að sletta bang for the buck, sko, verið aðeins stærri verkefnum. Við höfum alveg tekið svona minni verkefni, en hérna, það er svona 500 milljónir er eiginlega svona lágmark. Og þá reynda að svara allir, já, það er ekkert máli, ég skal bara hækka verðið. Já, það er mjög gott svar. En hvað myndir svona ráðleggja þeim sem að fyrirtækjaeigendum eða stofnendum sem er að koma og er að sækja fjármagn, þú veist, óháð því hvort það sé að koma til ykkar eða eru kannski bara að sækja fjárfesta? Hvað er það svona sem að þér finnst skipta miklu máli í því og sem að þið horfið mikið til þegar að fólk er að koma til ykkar, er að pitcha, er að gera eins og þið voru að gera, koma með þessar glærukynningar? Já, ég held að kannski það sem að skipti bara mestu máli er að fólk sé strax heiðarlegt og opið með það af hverju það er fyrir framan okkur, af hverju það er að pæli að selja. Út af því að við getum alveg tekið alls konar leiðir og lausnir, hvað sem það er, þú vilt fá pening inn í fyrirtækið, viltu fara að minnka við þig vinnu, viltu sækja erlenda markaði, þetta er bara þreyttur, sérðu bara einhver áhættur í rekstrinum og þetta kemur alltaf upp á endanum. En ég myndi ráðleggja komdu bara til dyrana strax svolítið eins og klæddur og vertu bara skýr með þú veist, af hverju situr hérna í þessu fundarherbyggi með okkur. Það er númer 1 og síðan númer 2 myndi ég segja hérna, þú veist, reyndu bara að útskýra reksturinn og verður búin að hugsa áður um mætir á staðinn, hvað er ég að gera vel, hvað er ég að gera illa og reynda að koma þið bara sæmilega vel á framfæri. Þetta er eitthvað sem við sjáum til dæmis hratið að munum reyna að spyrja að strax á fyrsta fundi að átta sig á hvað eru styrkleikanir og hvað eru veikleikanir, ógnanirnar, tækifærin. SWOT-greining. Já, svolítið SWOT-greining og verður búin að hugsa það svolítið áður. Og síðan þarf líka bara svona, þú veist, kottu inn bara í svona jákvæðri orku, sko. Þú veist, stundum, og ég myndi ráðleggja, sko, fyrirtæki eigendum, þú veist, ef að þið líður þannig að þú munir ekki eiga hana business næstu 10 árin eða 5 árin, byrjaðu svona samtöl við aðilar eins og okkur fyrr heldur en þú heldur. Aðilar eru yfirleitt að mæta til okkar allt of seint. Þá eru þau bara komnir upp í vegg, alveg búnir á því og eru bara að sjá ekki nema vandamálin og vilja bara einhvern veginn bara ekki búin. Og þá er oft svo mikið lykilmann að hæði á þessa aðila að við stundum bara, ef við sjáum að aðilin er bara, hann vil bara fara frá þessu degi 1 eða veist, eftir 1 mánuð, þá er oft bara svo mikið áhætta í því fyrir okkur, við treystum okkur kannski í þetta. Þannig að, þú veist, komdu fyrst til okkar og segja, herðu ég til ég að selja hérna 51% hlut eða 40% hlut eða eitthvað núna, geti hjálpa mér að ná þessu hérna sín ég vil minka við mig eða slíkt. Og það er alveg rísa vandamál á Íslandi núna með bara kynslóðaskipti á fyrirtækjum. Fyrirtækja eigendur og sérstaklega í svona rótgrónum geirum eins og iðnaði og slíkt. Þetta er allt saman svona meir og minna fyrirtæki sem er í eigu aðila sem að byggðu þetta eða tóku við af þessu fyrir 30 árum síðan eða 20 árum síðan, eru komnir á kannski 60-aldurinn og öll börnin eru búin að finna sér einhverjar fínar háskólagráður og farnir að vera verkfræðingar og skrifstofum og slíkt og það er enginn til að taka við. Nei. Og þessir aðalega komastundu til okkar, þeir eru bara einhvern veginn alveg hérna, búnir á því og það er stundu bara allt og seint. Og síðan líka eins með hérna,
með svona fyrirtæki sem að vilja sækja sér fjármagn eða vöxt, farðu og starta þessum samtölum frekar fyrr en seinna, ekki koma þegar að þú þarft peningin nákvæmlega núna sko. Það er kannski svona ráðleikjana sem myndi veita fólki sem að hlusta á þetta sko. Og að hugsa sér til hreyfingar, bara starta samtalinu við okkur og þetta tekur yfir tíma og aftur eins og ég var að segja á það þarf að myndast svona þetta traust á milli aðila og frá því við vitum kannski fyrsta fund þannig til að fyrirtækja viðskipti klárast geta kannski liðið bestafalli 4 mánuðir og einhverju tilfellum 7 mánuðir sko. Það tekur langa tíma. Tekur alveg svolítið tíma sko. En ef þú ert búin að starta einhverju samtali við okkur og síðan bara kannski fer það í kælingu þá er þetta miklu fljótlegra ef við þekkjumst áður þegar að þú síðan vilt actually eat a play sko. Búið til sambandi fyrst. Einn svona spurning fyrir þig að lokin svona persónulega, hvað er náttúrulega fjárfestingarstjóri í dag, búin að vera síðan 2017 sérðu sjálfa því þessari stöðu eftir næstu svona, 5-10 árin? Já, góð spurning ég stundum grínast við konuna mína sko, ef ég myndi breytum vinnu þá myndi ég örugglega fara bara að gera eitthvað allt annað bara, skíðagæt eða viðsumaður eða eitthvað sko. Eða veiðigæt. Já, eða veiðigæt. Ef ég ætti að breyta einhverju. En stutta kannski og leiðilega svarið er bara nei, ég sé mig ekki neins annar staðar. Og það sem er náttúrulega bara svo skemmtilegt við þetta, maður er náttúrulega að byggja upp sinn rekstur, ég og Gunnar Páll og Friðrik stofnum þetta þarna 2017, maður er búin að sjá þetta vaxa og dafna, tækifærin eru einhvern veginn bara endalaus, við höfum samt ekkert verið að prjóna yfir okkur í einhverjum brjáluðum vexti, við höfum byggt þetta svona nokkuð skynsamlega upp og það sem er svo gaman í þessari vinnu að vera fjárfestingarstjóri í framtagsfjárfestingum og það sem ég bara held að ég hafi alveg fattað þegar ég var unglingur er að engin dagur er eins og ég hef alveg verið þannig vinnum þar sem er svona einhver rútínu vinna þá bara kóðna ég niður og bara alltaf sama einhvern veginn sama þannig að auðvitað getur þetta verið rosalega krefjandi og stundum ertu einhvern veginn líður eins og sett með allar heimsins áhyggjur á herðinu þér sko en síðan er bara svo rosalega gefandi þú kemst í gegnum verkefnin einhvern veginn á dugnaði og þrautsegu og skynsemi og þú veist alltaf einhvern veginn á stórum stundum hjá fólki, að kaupa fyrirtæki, að selja fyrirtæki, það skiptir stjórnenduna gríðalegu máli, þú veist alltaf með mismunandi verkefni, mismunandi karaktera og þú veist það er engin svona einhver, þú getur verið með einhver prinsip og einhvern svona ramma en þú ert alltaf einhvern veginn að reyna bara að nýta góða dómgreind í að velja bestu leiðina fram á við sko. Og það náttúrulega bara er það sem heldur svona veist, spennun í þessu og gleðinni og svona hversu skemmtilegt þetta er sko. Og leiðis að já, ég held að þú veist ég verði bara áfram í þessu sko. Já, saman þessu fylgir kannski mikið af andvaka nóttum og mikið álastundum Já, þetta er náttúrulega auðvitað og þetta var svona kannski sérstæðlega fyrst þú veist, þegar maður var með bara búin að safna öllu þessu fjármagni og sjóðu 2 líka og maður komið 22 milljarða frá fjárfestum og maður fann alveg bara fyrir ábyrðinni og svona alltaf kannski smá heilbrigðri efasemd bara erum við ekki örugglega að taka rétt ákvarðanir og það er alltaf bara þú veist, margir alltaf bara sem að þú veist detta úr þessum geira og þú veist taka lélegar fjárfestingarákvarðanir og þú átt ekkert eitthvað rosalega marga sénsa með svona fjármagn sko, að gera mistök allan að upplýða þannig að auðvitað er pressan og álagið sem að þessu fylgir er töluverð en það er líka bara svona þú veist, fyrir mig persónulega finnst mér ég lifi svolítið í svona spennunni og að lætur mann finnast maður líka vera lifandi hvað sem maður er í skotveiði með adrenalinnið í botni einhvern veginn að eldast við út í náttúrunni einhverja bráð eða maður er eldast við einhverja díla og maður er alltaf að
takast á við mismunandi aðstæður og finna út í svona einhvern veginn á leiðinni með þeim tólatæki og þekkingu sem eru byggt upp. Já. Og þetta bara ótrúlega skemmtilegt starf og maður bara einhvern veginn alltaf að vaksa líka í. Maður alltaf að verða, maður aldrei búin að læra þetta 100%. Nei. En manni finnst manni alltaf þegar maður horfir yfir hvert á sem maður líður, manni finnst manni alltaf vera aðeins betri heldur en maður var árið undan, sko. Já. Og það náttúrulega mjög gefandi líka, sko. Já, ég trúi því. Og þú í rauninni náttúrulega síðan varst 11 ára, varst búin að ákveða að vera fjárfestingarstjóri og ert búin að ná því. Já. Það bara glæsilegt. Eitthvað annað sem að þú vilt svona bæta við að lokum? Það sem að hlusta? Já, ég hef búin að fara yfir ansi víðan völl en kannski bara fyrir þá sem eru svona yngri kynslóðinni sem að mögulega er að hlusta á þetta þá myndi ég segja svona ráðlíkingar mínar til þeirra hvað skiptir miklu máli að reyna að átta þig á hildulega fljótt hvar þínir styrkleikar liggja, hvar þitt áhugasvið liggur. Ég var það heppinn að ég fann út úr því mjög snemma. Já. Og þá verður svo mikill veldisvöxtur í þekkingu og getu og það er svo miklu auðveldar að ná markmiðum. Svoleiðis að það sem ég myndi kannski ráðleggja með yngri kynslóðin reyndu eftir fremsta megni að hvort sem þú vilt verða pípari eða rafvirki eða viðskiptafræðingur eða hvar þú vilt starfa, hugsaðu þessa hluti fyrr en seinna. Já. Og settu þeim markmið, hver sem þau markmið eru, skrifaðu þau niður og síðan þetta bara, Róm var ekki byggð á einni nóttu, þetta tók mig, ég tek frá því ég var 11 ára, það tók mig 10-15 ár að komast það sem ég setti markið, en bara hvað, hafa þessa þrautseigju og haltu áfram og taktu ákvarðanir í þínu daglega lífi sem að styðja við þau markmið sem við hefur. Og ef þú hefur ekki neinn markmið sem að snýst að heilsu, að vinnu, að fjölskyldu eða hvað það er, þá bara sveiflast eins og laufi vindi einhvern veginn út allt. Já, stefnulaus. Já. Og allan að trú ég því að hverju ári skrifa ég niður mín bara árlegu markmið, hvort sem það snýr að heimilinu eða vinnu eða áhugamálum, hvað ég vil gera. Og það er alveg, furðulega oft þegar maður horfir yfir árið tilbaka, einhvern veginn hvað að setja þetta niður á blað og undir meðhendin, hvað þetta skiptir miklu máli. Og já, það er svona kannski bara það síðasta sem ég myndi vilja nefna í þessu spjalli, svona til þeirra sem eru að hlusta, sko. Já, þetta eru mjög góð lokaorð. Bara takk aðeinslega fyrir að gefa þér tíma og koma og búið að vera mjög fróðlegt og veit að hlustendum munu læra mikið af þessu spjalli. Já, bara takk sömuleiðis og tækifæri fyrir að koma. Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.